Já, komið sæl. Sýnir Egils heilsa þennan sunnudaginn sem og aðra. Hér á eftir koma til okkar Árni Helgason lögmaður og varaþingmaður, Lilja Alfreðsdóttir sem varaformaður Framsóknarflokksins og Ásgeir Brynjar Torfason ritstjóri Vísbendingar, og við ætlum að ræða ýmislegt við þau. En hingað eru komin. Það Alma Ýr Ingólfsdóttir, formaður ÖBÍ, Halla Hrund Logadóttir, þingmaður Framsóknarflokksins og Sigmar Guðmundsson, þingmaður Viðreisnar. Við erum öll velkomin. Takk fyrir. Sigmar, ég var að horfa á ykkur í þingin í gær. Ég hætti 12-lið, þið skipti yfir í fréttirnar. En þetta náttúrulega mjög sérstakt, séð þing á laugardegi. Hvað gerist næst í þessu? Já, við kláruðum fyrstu umræðu veiðigjöldin í gær og það var á aukafundi sem var settur á vegna þess að það var bara auðvitað komin upp ákveðin staða í þinginu. Mikill hægagangur á málum þar og tafir. Og þessi fyrsta umræða veiðigjöldin, það var aldrei verið lengri fyrsta umræða í þinginu frá 1995 og hafa það nú ansi mörg stór málin verið á þessu tímabili í fyrstu umræðu. Hvað var þetta 1995, veistu það? Nei, ég kann nú ekki söguna nægilega vel en þetta allavega tölfræði upplýsingar sem ég las eitthvað þar á vefmiðlum að koma frá þinginu. Og þá þarf þetta að bregðast eitthvað við stöðunni og þess vegna var nú boðað til þessa aukafundar. Það nú svo sem ekkert óþekkt að þingmenn þurfi stundum að vinna helgar þegar að dregur nær þinglokum og þá svona oft gefið í og það var bara mjög ánægilegt að við næðum að klára umræðuna, en svo eftir atkvæðagreiðsla mánudaginn það í hvað nefnd málið fyrr. Það komin tillaga aðra nefndin atvinnuveganefnd og það verður bara tekin afstöðu til þess á mánudaginn. Þetta fór öll vikan í þetta, en við reyndar miðja vikuna afgreiddum út Íslandsbanka heimild til sölu eða sem sagt svona fyrirkomulag sölu. Og þannig að það svona bara gekk mikið á í þinginu eins og oft en ég vil nú að segja það að skil ekki alveg okkur stjórnarandstæðinu svona auðkvæm fyrir því að við bendum á að þetta séu þetta tafir og hálfgert málþófi í gangi. Það virðist vera á við kant að nefna það sem ég skil eiginlega ekki alveg vegna þess að ég hef nú hingað til litið á þessa þrjá flokka sem eru í stjórnarandstöðu sem bara nokkuð stolt af því að vilja berjast gegn réttlátum veiðigjöldum. Já. Halla Hrund, þú ert nýliði og tekur þátt í þessu, í þessu á þinginu. Á þinginu, já. Varst þú ekki í málþófi? Ég verð að segja akkurat sem nýliði að maður kemur þarna inn og það verið að fjalla gríðarlega stór mál. Söluna á Íslandsbanka og veiðigjöldin. Þetta eru 2 mál sem kláruðust í vikunni. Ég kalla það nú bara nokkuð gott og mér finnst eðlilegt þegar við erum að tala svona stór mál eins og veiðigjöldin að auðvitað þurfa þingmenn að tjá sig, og ég get nú bara sagt í mínu tilfelli að maður fær þarna 2 innkomur til þess að fara yfir röksemda færslur og mér finnst bara sjálfsagt að þingmenn nýti þær. Og ég get algjörlega sagt að fyrir hönd Framsóknar að þá fólk búið að nýta þannan tíma vel til að koma með uppbyggilega gagnrýni. Og ég held við eigum að forðast þessu orðræðu sem að Sigmar kannski að koma inn á þetta núna, sem þetta stjórn og stjórnarandstaða. Það eru 3 ólíkir flokkar í stjórnarandstöðu. Og við höfum verið að tala það í okkar gagnrýni. Ég meina, ég fylgjandi aukinni gjaldtöku af sjávarútvegi. Kom inn á það skýrt meðal annars í báðum ræðum. Ég fjalla hins vegar hvað þarf að huga að. Og ég held að það sé mjög mikilvægt að við náum þeirri umræðu og ég held að það sé óhollt að við séum að tala stjórn og stjórnarandstöðu, þessir í málþófi, hinn svona. Ég held að þetta sé ekki það sem fólk vill heyra. Ég held að vilja einmitt heyra því hvernig erum við að ná saman hlutina. Og ég sagði áðan, allir þingmenn Framsóknar komu inn á það að það væri svigrúm til að hækka veiðigjöldin með ólíkum hætti. Og það var þá verið að fjalla gagnrýni sveitarfélaga sem eðlilegt að þingmenn geri af því að öll sveitarfélög voru að koma inn með áhyggjur og það eðlilegt að þingi ræði þær, skárra væri það ná. En að teikna þetta svona upp að þetta sé einhver slagur, það eru aðrir flokkar sem ættu þá að vera að tala í því samhengi. En við hjá Framsókn höfum nálgast það þannig að vera að reyna að hugsa hvernig getum við náð fram skynsamri lendingu og ég segi að það einhver flokkur sem þekkir það, til dæmis hvað skortur á umræðu og gögnum og greiningum getur haft í áhrifum
á til dæmis útfærslu kvótakerfisins, það það örugglega Framsókn. Þannig að við erum að kalla eftir þessar umræðu til þess að ná góðri niðurstöðu, til þess að við getum verið að styrkja byggðirnar í landinu en líka að ná fram aukinni gjaldtöku. Já. Alma, þú tekur ekki þátt í þessar umræðu? Nei, þetta svona utan okkar sviðs en vissulega fylgist maður með og tek náttúrulega undir bæði það sem að Sigmar og í rauninni Halla hafa sagt. Og svona ég dáist að þessu að geta staðið og komið sínum sjónarmiðum skýrt á framfæri saman hvernig farið svo sem að því en þetta er áhugavert, ég viðurkenni það komandi frá sjávarplási líka það sem að einu sinni var allt morandi í kvóta en engin kvóta í dag og í rauninni Ólafsvík. Þannig að það sem að allt var bara sko morandi í rauninni og svo stendur búið lítið eftir þannig að mér finnst þetta mjög áhugavert frá því sjónarhorni og maður svona reynir að koma sér inn í umræðan eins og hún er núna og svo sem kannski ekki að endilega segja hvar mín afstæði þessu en ég er allavega fylgjandi því sem að kemur þarna fram sko. Þannig að svona horfandi til míns bakgrunns og míns fólks sko. Er ekki Ólafsvík hluti af Snæfellsbæ? Jú. Þau komu með athugasemdir út af þessu, það svona milliútgerðir þar sem ennþá á lífi og stórútgerðin ekki alveg búin að hreinsa upp Snæfellsnesið, en mun líklega gerast bara í næstu kynslóð. Það var breytt einhverju, það var hækkað. Já, frítekjumarkið kom vel til móts við sjónarmiðin þar, það kom nú fram. Hækkun á því sko. Þannig að einhver leyti verið að hlusta á athugasemdir. Akkurat, það má hrósa fyrir þá breytingu og vonandi verður núna á milli umræðana, þá vonumst maður til að við náum að lenda þessu máli vel að því ég held einmitt, ef það eitthvað sem við þurfum á Íslandi, að þá það meiri sátt sjávarútveginn og vonandi getum við náð henni með lendingu í þessu máli. En mér langar aðeins að koma inn á, hvað það sem að sveitarfélögin eru að hafa áhyggjur af? Það í raun og veru annars vegar það að þó hækkir gjaldtökuna, þá útgerðin að hluta til að hóta því að draga saman og það þýðir fyrir mörg bæjarfélög að þá brotnar undan því neti sem að sjávarútvegurinn kannski svona bakhjarl í, hann að kaupa þjónustu á mörgum. Þannig að þó að það sé alls ekki sanngjarnt. En Halla, verður þá bara ekki að bregðast við því að segjum að útgerðin bara ætla að flytja allt til Póllands. Verður þá ekki bara að setja lög það að fylgir því ef þú fær kvóta, það var á landanum í Íslandi? Það eru alls konar, það akkurat þess vegna sem hefur verið kallað eftir greiningum og gögnum og að það liggi fyrir í umræðunni. Því að það mikilvægt að vita sko hvað ákvarðanir þýða. En hótun oft bara hótun til þess að hafa áhrif á það hvernig þú bregst við, ekki endilega það að hún munir ræta sko. Nei, en við sjáum... Það voru allavega ekki þeir menninni sem hóta að drepa mig að þeir láta ekki vera að því. Það bara fyrir þess að hafa áhrif á það hvernig ég hugsa. Við sjáum hins vegar að sagan full af því að hlutirnir hafa þróast í þá átt, þannig að það gæti verið þannig og þetta útgerðirnar misskuldsettar. Þú veist, ég hef verið að hitta fólk frá ólíkum aðilum, þú veist, sumir eru meira skuldsettir, sumir hafa keypt sig inn í greinina, þannig að það eru auðvitað ólíkar aðstæður, sumir eru minni sem að þarf að horfa á. En svo það hitt kannski líka í umræðinu sem að maður finnur og fólk hefur áhyggjur af, að það er verið að segja, heyrðu, við erum að fara í hækkun gjalda fyrir vegakerfið. Og það ekkert sem að gera það að verkum í fjárlögunum okkar að það sé að tengja þessa hluti saman. Og þess vegna höfum við til dæmis í þessum umræðum verið að benda ríkisstjórnina á og það gæti til dæmis verið klókt að stofna auðlindasjóð. Þannig að það svona aukning frá auðlindunum okkar renni eins og hjá Norðmönnum inn í ákveðin sjóð og þá sé hægt að hafa sjóð með ákveðin hlutverk sem að hefur til dæmis það hlutverk að fjárfesta í innviðum á landsbyggðinni til að tryggja að það sé verið þá að hækka gjöld með eitthvað ákveðið markmið. Þannig að aftur, það mikilvægt að teikna þetta ekki bara upp sem einhvers konar öskurkeppni stjórn og stjórnarandstöðu og muna það líka, það eru ólíkir flokkar í stjórnarandstöðu og við erum að reyna að hjálpa umræðunni þannig að það verði góð lending. Ég má aðeins bregðast við þessu, nú það þannig að þær greiningar sem liggja fyrir til dæmis í greinagerðinni í málinu, þetta eru bara samskonar greiningar og hafa verið gerðar áður þegar að sambærileg málum hækkun veiðigjalds hafa verið lögð fram. Það ekkert langt síðan að þetta var gert síðast, það bara fór ekki alla leið en það lágu þá bara fyrir nákvæmlega sömu greiningar. Það liggur fyrir að
Sko 10 stærstu útgerðirnar munu borga 67% af þessu umfram veiðigjaldi sem verið að leggja á. 10 stærstu fyrirtækin, stöndugustu, öflugustu fyrirtækin borga 67%. 20 stærstu borga 84%. Þú veist, þetta nú, dreifingin liggur nú bara svolítið svona og auðvitað verður það þannig áfram og við skulum hafa það í huga, það auðvitað verið að tala að taka þessa pening af umfram hagnaði sko. Við verðum líka að hafa í huga auðvitað söguna eins og við verðum að rekja hérna. Þú veist, það auðvitað heilmikil forsaga í þorpunum, þannig að eðlilega fólk oft hrætt og annað og sumir vilja nú bara beinlínis að við göngum miklu lengra og harðar fram heldur en þetta. Segja að það sé ekki gott að útgerðin tali með þeim hætti sem hún tali núna vegna þess að það orðið þannig samþjöppun að það ekki eftir kvóti í sumum byggðarlögum og allt þetta. Við þekkjum auðvitað þessa sögu, en það auðvitað ekki verið að breyta kvótakerfinu. Það bara verið að breyta því hvernig veiðigjaldið reiknað. Það verið að reiknað út frá markaðsvirði en ekki einhverju verði sem að verður til þegar að sami aðil að selja fisk á milli fiskvinnslu og útgerðar sko. Þú veist, þetta miklu heilbrigðari mælikvarði finnst mér. Síðan það auðvitað þannig að þegar við erum að tala sátt í sjávarútveginum að þetta bara mín skoðun, mér hefur fundist útgerðin tala svolítið gegn sátt, mér hefur ekki fundist hún vilja nálgast það sem hefur verið, það ekki þetta að horfa fram hjá því. Það ekkert verið að tala um að stjórnast af skoðanakönnunum. Við getum ekki hort fram hjá því þegar áratugum saman ósætti hjá þjóðinni með það að hún upplifir einmitt þetta, að kvóti sé að fara úr byggðarlögum og annað og þjappast saman og allt, en fyrirtækin sem að standa fyrir þessu, sem eru auðvitað gert í hagræðingarskyni, þau segja síðan, heyrðu nei, við erum ekki tilbúin til þess að borga herra gjald og svo sjáum við afkomutölunar og það ekkert í afkomutölunum sem bendir til annars en að þarna sé í mjög mörgum tilfellum til alveg óheyrilega mikill hagnaður og fyrirtækin séu mjög vel aflögufær til þess að mæta þá þjóðin í þessari sátt. Já, þá er ég að tala um það. 67% af gjaldinu sem verið að leggja núna leggst á 10 stærstu, 84% á 20 stærstu. Núna frá árinu 2018 þá hefur útflutningur á óunnum þorski 2 ef ekki 3-faldast og það eru erlendi kaupendur í öðru löndum sem eru komin eins og kallað númer inn á fiskmarkaðina. Þannig að þeir eru bara með beinan aðgang af fiskmarkaðinu og kaupa þetta mikið og það eykst alltaf og eykst sem að og þegar ég var í Ólafsvík þá var einu sinni gerði vita þá tókum við sko við kúktuðu náttúrulega fiskinn, en við settum í gáma og skip og sóttu í gámana, þannig að þá voru við svo sem að þessu, fiskurinn kom aldrei í vinnslu, en þetta gerur nú bara eitt úthald, en þetta samt, sko, þetta að gerast, samkeppni fiskinn, þá var það sem sagt að erlend fyrirtæki eru komið aðgang að fiskmarkaðunum og kaupa, það eykst alltaf sem þau kaupa. Já, ég kannski menna það orðin miklu meiri samkeppni þessa ótrúlega verðmætu vöru. Ég var á myndinni hans David Attenborough núna í vikunni þar sem var bara verið að tala um hvernig þorskstofnar og bara fiskistofnar heilt yfir hafa hnignað að heimsvísu. Þannig að við getum verið þakklátt fyrir að hafa þetta sko kvótakerfi upp á stýringuna á auðlindinni og vissulega höfum við byggt upp alveg ótrúlega samkeppnishæfan iðnað sem að gera það verkum að við getum verið að selja okkar vöru á háu verði og fáum tekjur í samfélaginu. En ég held að sé alveg rétt að og ég hef talað fyrir því að það sé hægt að fá meira út frá greininni til samfélagsins. Umræðurnar á þinginu hafi snúist þessa norsku leið versus einhverjar aðrar leiðir sem hægt að fara til að ná fram verðmæti í greininni. Hver norska leiðin? Það í rauninu það að vera miða við markaðinn þar í sjálfu sér. Uppsjáfiskinu. Þetta eru, þú veist, eðlis ólíkir hlutir að ákveðnu leyti af því að Norðmenn að selja sitt, þeir að fá hærra verð heima en svo að selja til vinsna í Póllandi sem borgar lægri laun á meðan að við erum það verið að selja á milli. Við erum líka að gera það, ég held að Samir ég bara verksmiður úti sem þeir eru að selja sjálfur til. Já, en við erum að gera það Heimir að selja á minna verði, semst á lægra verði og þá er að greiða hærri laun. En punkturinn þessi að það hægt að finna góða leiðir, umræðan miðar af því að mínu mati og ég kannski segi aftur að af því við erum að tala sjávarpláss sem hafa farið
sko illa út úr fyrri ákvörðunum, að þá held ég líka að það eðlilegt að fólk í ólíkum sveitafélögum sem á allt sitt undir, á sínar fasteignir og annað, að það hafi áhyggjur ef það vinnur hjá fyrirtækjum eða í tengdum iðnaði, hverjar afleiðingarnar verða og þetta snarpari hækkun en áður. Hún gerð með stuttum fyrirvara og hún gerð með tiltölulega stuttum fyrirvara og umræða inn í þinginu þó að þetta hafi verið löng umræða núna. Þannig að mér finnst þetta hafi verið eðlilegt að mörgu leyti. Málið það að lýðveldi Ísland vanfjármagnað. Okkur vantar peninga til að reka samfélagið og halda við innviðum og allt þetta. Við erum bara búin að vera alveg frá því hruni, þá erum við alltaf í einhverjum, og alltaf versna staðan, Og ég alveg sem formaður upp í sig, þið hljótið að finna fyrir því að þið fáið ekki það sem þið teljið ykkur þurfa, það ekki? Jú, og náttúrulega bara til þess að árétta það náttúrulega upp ég ekki bara í kjaramálum, þannig að við erum ekki í baráttu, í kjarabaráttu eingöngu, þetta heldur allt undir, ég meina við erum með 40 aðildafélög sem eru gjör ólíkir, innan þessi aðildafélög, þarna eru langveikir, þarna fatlað fólk hvers konar, Þannig að jú, auðvitað finnum við það og ég meina, og við sjáum það náttúrulega í auknum mæli með kannski þessi börn sem eru núna bara að með fjölgreiningar alls konar og einhvern veginn að fara á mis við það sem að samfélagið ætti kannski að vera löngu búið að grípa inn í, þá bæði af stjórnvöldum og svo kannski bara svona ákveðin samfélagslega ábyrgð held ég líka. Og við finnum náttúrulega mikið fyrir þessu, jú, og í rauninu hvaðan svo sem það kemur, þó svo við finnum kannski ríkt núna að það rosalega rík áhersla lögð á málaflokkinn sem ótrúlega vel og við finnum alveg stuðninginn þar og þetta, ég held að þetta sé alveg sögulegt að þetta sé svona skýrt í rauninni sama hvort það af hálfu ríkisins eða annara að í rauninni þarna að styðja við þennan málaflokk hvar sem að kemur og það skiptir ekki máli í rauninni hvar þú lítur að það má alltaf sjá að þessu málaflokki hann fær í rauninni áheyrn og það alveg frekar nýtt að nálinu myndi ég segja í svona miklu mæli og sem afskaplega vel en þá þurfum við náttúrulega líka bara að passa upp á það sem þá í rauninni bara hugsað frá báðum endum hvernig ætlum við að gera hvernig framkvæma ætlum við að gera til skammtíma ætlum við að gera þetta bara þannig að þetta sé í rauninni bara venjulegt ferli sem að á sér alltaf stað og verður bara viðvarandi þannig að það náttúrulega það sem að við erum að svona kannski að beita mestu aðhaldi við af því að þú veist það ákveðin stefna hún skýr en svo þarf bara einhvern veginn að sjá hvernig það fer framkvæmt. Við heyrum stundum og jafnvel oft fréttir af fólki sem að eru öryrkjar og greiðslu til þeirra duga bara ekki og það svona allskyns vandræði tala ekki þeir eru börnin á heimilum og fleira. Jú, þetta bara verið viðverandi vandi í áratugi og það í rauninni og það eru náttúrulega svona teknolófti að það eigi að bæta úr og koma stöðva þessa kjaragliðunum til dæmis og það að koma nýtt örorkulífeyriskerfi sem á að í rauninni vera þannig að það tryggi í rauninni betri afkomu og svo líka það að fólk fái frekari tækifæri til hlutastarfa en hlutastarfum verða þá að vera til staðar og þau þurfa að vera aðgengilega þeim sem að þau í rauninni vinna og það eru ýmis sjónarmið sem að þarna þarf þá í rauninni að gæta og passa upp á. Það er ekki hægt að vera með eina stefnu sem að mælir fyrir þessu og svo aðra sem gegn því þannig að En nú Inga Sæland ráðherra málaflokksins. Hefurðu fundað með henni? Já, við höfum fundað með henni. Og hvernig líst þér á? Okkur líst náttúrulega bara vel á stefnuna og ég meina þarna sé áhugi og þetta náttúrulega baráttumál hennar og hennar flokks sem náttúrulega ástæðan fyrir því að þau komast inn á þing, eða fara uppalega inn á þing. Þannig að en auðvitað náttúrulega eru 3 mismunandi flokkar þannig að það þarf að mála miðlunur hvernig að framkvæma þetta en auðvitað eru við ákvæmlega glöð að finna fyrir því að þarna sé í rauninni þessar miklu áherslu sem að hafa annars ekki verið í gegnum tíðina eins ríkar. Já, en það eitt þarna fyrir minn aldurshóp að þeir sem eru öryrkjar og eru á launum fyrir það eða sem þau var borgað eðlilega en svo þegar að vera 67 ára að þá lækka Nei, var það ekki verið að breyta þessu? Jú, það að koma inn þú ert að tala aldursviðbótina. Já, það ekki búið að samþykkja en það allavega þá að vera, jú, fyrir þau sem að greinast, eða fá örorku fyrir ákveðin aldur að hún flytist með þeim yfir ellilífeyrinn, Þannig að það náttúrulega ótrúlega mikil búbót en af því að ég held líka svona heilt yfir að þá heldur í rauninni
það er þessi mýta sko að allir séu í rauninni einum og sama flokki. Þetta er, þú veist, ég held að sé ekkert kerfi eins flókið í rauninni í sko umreikningum hvernig í rauninni hvað þú átt að fá versus hvað þú fær. Þú veist, það er aldurinn, það er búsetan, hvenær kemur inn, svo eru lífeyrissjóðirnir sem að í rauninni og þessi víxlverkuð þar á milli. Þannig að þetta ertu einn eða ertu með fjölskyldu, þú veist, þetta eru bara ótal strengir sem að þarf að toga og þetta og eins og þetta núna, þá þetta náttúrulega bara, þú veist, það eru bara örfáir sem í rauninni kannski skilja þetta til algjör hlítar, hvernig kerfið þannig að það verður mjög gott þegar þessum kerfisbreytingum þegar þær eru einfaldaðar og svo bara framkvæmdin eftir að leiða í ljós hvernig það til text sko. En þetta margt sko þarna og líka það að þetta sé eitthvað sko það sem að fólk sé ásælast, það þarf bara enginn að segja mér það að sé einhver sem í þessari stöðu að hann sé ásælast þetta og þetta ekki eitthvað sem að eftirsóknarvert. Elon Musk segir að séu fólk sem orðið 600 ára gamalt sem að svindla á Medicare í Bandaríkjunum. Við erum ekki með þann vanda hér. Nei. Og ég held að þú Við erum heldur ekki með Elon Musk hérna. Nei. Varðandi, það að fara stór mál, eða ekki, í gegnum þingið sem að tengjast Það búið að vera mjög mörg stór mál. Og þú ert að segja að það verið fáir sem að skildi þetta, það verið bara örfáir. Ég er að meina eins og kerfið... En þetta þarf að fara ekki inn í þingið, við erum stundum talað þetta hér og við erum að reyna að gíska á það hvað eru margir þingmenn sem að raunverulega hafa innsýn inn í þetta kerfi og við höfum verið svona 4 eða 5, en þið þurfum að afgreiða þessi mál. Já, og það er þannig að vera heima bara allan daginn að reikna í reiknivélinni og þarna kemur þetta líka inn í að það er þetta verkaskipting í þingflokkunum. Það er að segja að það er ekki allir í öllum nefndum. Það eru þetta ákveðnir þingmenn í ákveðnum nefndum sem að takast á við þessi mál og svo eru þingmenn í öðrum nefndum sem að takast á við önnur mál og allt þetta. En ef ég má grípa 2 bolta, annars vegar þetta sem að þú ert að nefna með vanfjármögnun í kerfinu sem eru þetta rétt. Það er alveg gríðarlega mikil innviða skuld í kerfinu og mér finnst það kalla á tvennt og hvoru tveggja er flókið. Það er annars vegar þú veist, eigum við alltaf að mæta því með því að afla meiri tekna því að það eru auðvitað yfirleitt einhvers konar skattlagning eða eigum við líka að þora að taka svolítið góða umræðu það hvernig við getum farið betur með peningana án þess að klippa út einhverja lífsnauðsynlega þjónustu. Mér finnst umræðan þetta stundum vera oft svolítið erfið sko en síðan er það alveg rétt að þessi kerfi er alveg svakalega flókin. Já. Og ég held að það sé vegna þess að það er farið af stað með eitthvað kerfi og svo er bætt við og svo er aftur bætt við og svo kemur annað kerfi og þetta er alltaf eitthvað svona bútasaumur sem að býr á endanum til eitthvað óskapnað þó að það hafi aldrei verið skiluru ætlun eins eða neins flokks. Ég heyri ekki annað en að flokkarnir séu ágætlega sammálu það að við viljum öll að fólk geti hér lifað með reisn. En við erum líka fangar kerfa sem að hafa verið að þróast í gegnum áratugina og er orðin flókin og það er mikið að girðingum og ef þú ætlar að laga þetta þá kemur það niður hér. Þú veist, þetta er alveg heljarna verkefni sko. En það er verið að vinna í þessu. Jú, og líka, ég meina, einföldun á kerfinu býður upp á það að af því að þetta er svo flókið og þetta hefur verið, þú veist, eins og Sigmar segir, það eru plástra, það er að vera bæta við þetta dugði ekki til. Það er búið að einfalda það. Og náttúrulega fer alveg gífurlegt fjármagn í bara einföldun á kerfinu og þessar kerfisbreytingar sem eru núna að þá á einhverjum öðrum tímapunkti verður kannski hægt að fara inn í annað þar sem að ég meini grunnframfærslan hún kannski hækki eitthvað að því að hitt er svo ótrúlega dýrt líka en svo líka sko hugsa maður af því að hérna eins og segja það er ekki nóg að hækka bara og hækka heldur hvenær ætlum við að koma inn í og grípa fólkið áður en í rauninni að það lendir á þessum stað. Við vitum að það er alltaf hópur sem mun alltaf fara beint í og vera bara tilheyra þessu kerfi. Svo eru líka bara fólk sem hefði auðveldlega kannski verið hægt að grípa inn í þannig að þyrfti ekki að reiða sig á öll þessi kerfi. Bara með góður endurhæfingarúrræðum, með því að í rauninni að skilja vandan. Þú veist, af hverju er þessi hópur? Af hverju er þetta bara þessi hópur sem fer þessa leið? Þú veist, það er svo margt þarna undir líka þar sem að við erum kannski bara svo samfélagi einhvern veginn búin að leyfa því að þróast í þessa átt. Maður sá að Ísland hvað er núna númer 1 á þessum farsældarlista Sameinuðu þjóðanna. Besti heimi. Já, besti heimi og undan maður hugsar, sko ef við getum ekki náð að forgangsraða rétt, þá, sko hver getur þá verum að undan Sviss og Noregi. Þannig að við þurfum að útrýma fátækt. Já, og þið þurfum heldur betur að gera það. Það er stóra málið. Og maður hefur auðvitað ágjörð því bara, þú veist, í húsnæðismálum annað, ég vona okkur beri gæfa til þess að
að halda áfram eða passa upp á það í þeirri ákvarðanatöku sem að framöndan að við séum ekki bara byggja leiguhúsnæði, heldur alltaf að hjálpa fólki að reyna að eignast húsnæði og svo framvegis. Þannig við séum að ná að halda áfram halda í það að við séum ekki að skapa 2 stéttur í öðru landi. Þannig að það margt framöndan í þessu máli. Það stefna sem hefur búin að vera eiginlega síðastliðin 20 ár. Það fjölgar leiguliðum, fækkar þeir sem eiga íbúðina. Það er íbúð sem kom inn á markaðin mestar langstæðir hlutir að keyptur á þeir sem eiga íbúði fyrir eða frá okkur fyrirtækjum sem ætla að fara að leigja. Þannig raunverulega er verið að skrúa ofan að því ef það hér var einhvern tímann virk séreignarstefna sem það sannarlega var því það var stuðningskerfi. Ég held að það veri hugmyndin á 20-öldinni að venjulegt verkafólk bara gæti eignast húsnæði á sínum launum. Og það var hugmyndin eins og með hlutdeildarlánum annað sem að ríki getur komið inn í á móti. Þau virka, hafi vantað auki húsnæði sem falla undir þau lán. En þau virka fyrir ákveðna. Verðið að húsnæði hækkar svo mikið að hlutdeildarlánum verður bara skilin eftir hann. Það er ekki til íbúðir sem að henta kerfinu. Það er hluti af þessu vandamáli og ég held að þurfum verulega og ég held að þetta sé dæmi eitthvað sem að við ættum að geta náð samstöðu á milli stjórnar og allan að hluta stjórnarandstöðu að vera að horfa í það átt að styðja við það til dæmis eins og nefnir með það að þú sért bara kannski að keppa við enga fjárfesta en þegar þú ferðu opið hús, bara venjuleg fjölskylda kemur opið hús að kaupa sína fyrstu íbúð og það er einhverjir sem eru að kaupa margar eignir og leigja það út. Auðvitað er engin sanngirni í þessu og þetta er bara reglusetning sem við þurfum að ná í gegn hvað varðar markaðinn og svo þarf líka að huga því að það er bara til að koma fólki inn á markaðinn að það séu sérstakur hvatar til viðbóta við það sem er í dag til þess að ungt fólk og bara fólk, ekki bara ungt fólk sem er fyrir utan markaðinn geti komist inn á hann. Já. Hluti af þessum vanda eru þetta líka sem við getum aldrei sleppt í að ræðum í þessu samhengi. Það er þetta furðulega vaxta fyrirkomulag sem er hérna í landinu. Þetta eru þetta alveg óskaplegur dragbítur og svona stýriafli í ranga átt í raun og veru Þú veist, þetta hefur áhrif á það hvernig er byggt hérna á Íslandi, miklu meiri áhrif heldur en að menn Akkur ætti fólk að vera að byggja þegar að fjármagnskostnaðurinn er svona rosalegur eins og hann er núna? Akkur ætti fólk að vera, eða akkur ætti fólk að geta? Akkur eru hærri raunvextir á stýrivextu Seðlabanka Íslands heldur í nokkrum öðrum Seðlabanka í heiminum? Munar bara 3-4%. Þetta er bara alltaf... Akkur er við að bera þessa byrða? Já, þetta er bara nákvæmlega... Akkur er kerfið okkar svona? Akkur er það þannig að hér er alltaf hærri vextir heldur en annars staðar? Svo er náttúrulega Þú ætlar að leggja til evru, eða ekki? Nei, ég ætla bara að benda á að ég get alveg sleppt í að leggja til evru. Ég vil, þú veist, það er nú kannski erfitt að gera það handvirkt því að það er alltaf eitthvað undirliggjandi líka. En það er bara brýnt að þegar við erum að tala þessa hluti að þá erum við líka inn í einhverju efnahagskerfi. Og þetta efnahagskerfi er þannig að það sveiflast alveg óheyrilega mikið. Menn er að tala um það að hérna gengið hafa nú ekkert verið að sveiflast neitt sérstaklega mikið. Dollar séð bara sama fyrir 10 árum, sko. En sko, við erum hins vegar með gjaldeyrisvaraforða sem kostar okkur 20 milljarða á ári til þess að vera með alls konar inngrip til þess að stýra. Þú veist, þetta er hluti af vandanum. Mér finnst þetta aldrei hins vegar rætt neitt sérstaklega. Það er, mér finnst þetta vera svona bara hálfgert grunnelement í þessu öllu. Þú veist, hvernig á fólk sem er með meðaltekjur í dag, þegar börnin þeirra 2 kannski sem eru unglingar í dag, hvernig eiga unglingarnir að komast inn á húsnæðismarkaðinn? Það vilja margir eiga, leigumarkaðurinn er ekkert sérstaklega burðugur eða öflugur hérna, það vilja margir eiga. Það vilja margir fjársterkir aðilar eiga. Já, en það er ákveðið, þú veist, það er ákveðið öryggi í því að eiga húsnæði. Og þetta hefur verið ákveðið reifiafl í íslensku samfélagi hjá fjölskyldum, menn vilja eiga. Hér í gamla daga gekk allt mikið út á það, menn voru að reyna að byggja sér hús og allt þetta, við þekkjum þetta. En hvernig á þetta að vera hægt í dag í þessu endalausa vaxtaumhverfi og af hverju förum við ekki einhvern tímann í einhverja djúpa umræðu um það, af hverju er þetta vaxtaumhverfi eins og það er, því að það er í raun og veru að stórum hluta rótin á öllu þessu sem við erum að tala um, en menn vilja aldrei fara í þessa umræðu. En hluti af hækkuninni hefur líka verið svo að það eru svo margir aðrir en venjulegt fólk að keppa eignirmarkaðnum til að leigja út til ferðamanna sem hafa auðvitað fjölgað mörg 100% á stuttum tíma. Þannig að auðvitað spilar þetta allt saman, en ég held að það að girða fyrir
það að þú geti verið eða þurfir að vera að keppa við fagfjárfesta sé dæmi eitthvað sem myndi draga úr þenslu á markanum og margt annað, en þá auðvitað eins og við þekkjum öll hérna við þetta borð, þá kemur auðvitað inn að það eru ótrúlega margir hagsmunir fyrir því að fara ákveðna leiðar og margir búnir að veðja á það að kaupa upp eignir og leigja þær út. Það eru margir, ég veit ekki hvað eru mörg fasteignafélög. Þeir hafa meiri aðgang að stjórnmálunum heldur en venjulega fólki sem að reyna að kaupa sér húsnæði. Já, mögulega, en allan hefur ég held að þetta séu hlutirnir sem við þurfum að horfa á og auðvitað skiptir bara máli að við höfum hugrekki til þess að vera alltaf að hugsa þessa almannahagsmuni. Sá sem fær úthlutað eða byggingalóð, ef hann ætlar ekki að byggja, þá þarf hann bara ekki skila. En ekki fara með þetta í brask, hann kannski 3, 4, 5 hún eignast þetta og það ekkert nema þeir sem kaupa íbúðunar í viðkomandi húsi sem að borga Þetta ekki þannig að það má kalla inneftir ef þú gerir ekkert, en ef þú selur honum og hann selur henni og svo framvegð eins og er búin að vera hérna í kringum okkur, við erum hérna á mörgum Suðurlandsbrautar og Laugavegs, það sem eru hérna á borgarlínan að ganga framjá, búið að vera gríðarlegt brask hérna, það er hérna talið að sé svona 22 milljónir sem að liggja á hverju íbúð áður en að þú veist byrja að búa byggja hana sko. Og það er hérna það sem að fólk tekur náttúrulega lán á þessum háu vöxtum, ævin á endan í 40 ár, er að borga eitthvað hérna bara skatt til braskara. Þetta er náttúrulega, kerfið er algjörlega hrunið og það verið gaman ef að Halla og Sigmar og fleiri þingmenn kemur saman og myndur reyna að finna lausn á þessu. En því miður, þótt að þau heyra hér að þau vilja tala saman hérna málefni öryrkja og þau vilja tala saman auðlindanýtingu og eitthvað fleira, en stjórnmálin, þau fara ekki í þennan farveg, sko. Það vantar samvinnuhugsjóna. Við megum eftir að heyra inn á þingi, þar sem að menn kom upp í pontu og að tala um að vera fyrirbyggja það að fólk misnoti öryrkja kerfið og eitthvað svoleiðis. Við erum að hlusta núna á eitthvað tala um einhverja ímyndaða smá útgerðir sem að að hrynja, þannig að við getum ekki orðið við kröfu almenningsum að vera tekin hærri veiðigjöld af kerfinu. Ef það er vandamálið, þá bara hækkum við hérna mörkin uppi og hækkum þröskuldinn og þá bara borga stórútgerðin þetta. Það lítur að vera að finna ykkur svona lausnir. En það er allt reynt til þess að afvega leiða umræðina. Húsnæðismálin, við erum búin að hlusta á það í, ég held bara í 20 ár. Alls konar, almenningur hlæra þessu. Það kom alltaf ykkur ráðherrar með ykkur glæru sýningar og almenningur bara, hann hættur að hlusta. Því það er alltaf rétt handa við hornið, sæluhús, segja þeir. Það versnar og versnar og versnar og versnar húsnæðiskerfið. Og það er búið að benda á þetta, verkefnishreyfingin er benda á þetta. Þið voru að benda á þetta núna bara í vikunni. Já, ungir öryrkjar bara komast ekki inn í skjól. Og það er náttúrulega, ég held að það sé í rauninni jafn mikill ef ekki öðruvísi ótti er þetta húsnæðisóöryggi heldur en í rauninni afkomi óttin. Þú veist, þegar þetta blandast saman og þú er kannski þér gert að vera í einhverju endurhæfingu, þá getur þú gleymt því að endurhæfast. Það er bara, þú veist, það gefur auga leið. Ef þú ert í sífelldum ótta við það að missa íbúðuna á almenn leigumarkaði, endurnýja leigu samning á 6 mánaða fresti, þú veist, allt þetta, þú veist, þetta er ekki, þú ert ekki endurhæfingi í þessu. Komast inn á biðlista hjá annarkvart þá í rauninni í félagslegu húsnæði, það er nú alls ekkert sveitarfélög sem bjóða upp á félagslegt húsnæði, náttúrulega mest það hérna í Reykjavík og það er biðlistin bara endalaus og hann er ógagnsær, þannig að þú veist aldrei hvar þú ert á biðlista, þú ert kannski búin að vera 3-4 ára biðlista, en þú veist ekki hvort þú ert nummer 1 eða 100 því að það veit að enginn hvar þú ert staddur. Því að kerfið er bara gjörsamlega í ruglinu og svo eru náttúrulega, þú veist, verkalýðshreyfingarnar með ákveðna hérna með leigufélag, við með Brynju leigufélag og það er biðlistinn, þú veist, þannig að þetta og maður bara... Bjarg var hluti af samningunum 2015. Það er fyrir 10 ára síðan. Þeir eru búin að byggja eitthvað 1200 íbúðir. Það eru 3800 á biðlista sem að sýnir það hversu lítil hérna þótt þetta sé ótrúlega breyting í lífi þessar 1200 sem hafa sloppið þarna inn. Þá er þetta bara í gagnvart vandanum sem að samfélagið stendur frammi fyrir. Það er bara sára lítið. Við þegar vantar smá praktík í þetta, bara eins og var þegar Hraunbarinn var byggður og Ásvallagatan, þegar var bara verið að byggja praktískt húsnæði sem að það gekk ekki út af það að þetta væri allt einhverja rosalega
fullkomnar íbúðir. Flekamótin í Breiðholti sem var flutt inn tækni af hinu opinbera því að einkaaðilar hefðu ekki fattað þetta. Það er dæmið framþróunin verður hjá hinu opinberum aðilum. Ég bjó í Hraunbánu í 14 eins og fræktur orðið í frægu. En ég meina þetta eru bara ótrúlega góðar íbúðir sem að hafa enst vel. Þú veist, engin miklu vandamál eða annað og nú einhvern veginn alltaf verið að reyna byggja eitthvað annað heldur en bara að hrinda málum í praktík og við erum að sjá þetta líka, bara við horfum á hjúkrunarheimili út á landi eða heilsugæslur eða skóla, menn þetta voru bara staðlaða heilsugæsluteikningin sem var bara á Vík, á Kirkjubæjarklaustri og bara hringinn kring landi. Og svona spöruðust peningarnir og ég held bara við þurfum dálítið að fara aftur í þessa átt til að ná utan þennan vanda. Það var til líka það ekki teiknistofa sambandsins sem teiknaði einhverjum og fjölrituð út allan. Það eru hús sem eru á hús sem eru á sveitabæjum sem eru byggð svona frá 60 til 80 eru rosalega lík. Íslenska hlaðan, íslenska fjárhúsið, þetta eru bara teikningar sem voru framkvæmdar. Við þurfum aðeins að komast niður á jörðina í þessum málum. Það vantar samvinnuhugsjónina. Er hægt að byggja praktískt og með hagkvæmum hætti í því vaxtastígi sem að núna er? Nei, ekki. Er það hægt? Hagkvæmur heldur að vera að gera það? Ég bara að reyna að henda okkur aftur inn í það sem er hluti af þessu líka, sko. Núna þegar er verið að búa að vera að kalla eftir auknu byggingamagni, þá halda allir að sér höndum vegna þess að vaxtastígi. Það er vegna þess að það er markaðsmenn að taka ákvörðun um þetta. Húsnæði dugar í 100 ár. Þannig að það verði ekki svona vext í næstu 100 árin. Þannig að þú getur alveg bara að byrja að byggja, svo bara endur fjármagnið á leiðinni. Jú, ég átta mig á því, en það er einhver sem leggur út fyrir kostnaðinn. Þetta ákvörðun liggur í ákvörðum markaðsköllum sem að þá myndi það liggja hjá ríkinu. Það er alltaf endanum einhver sem borgar, Gunnar Smári, það er þannig. Ég er að taka undir það. Þetta er mjög flókin, erfiður vandi og hann kallar á svolítið skapandi lausnir. Ég tek undir það. Það er nú starfandi hópur núna á vegum ríkisstjórnarinnar sem er nú að reyna að finna einhverja praktík í þessu til þess að sé hægt að bregðast við. En þetta eru þetta svolítið svona fjölþætt. En við erum öll sammála um það að þetta ástand er bara ekki gott. Það er svo takkandi sem að Alma var að segja, því að ég man ekki hver það var sem að sagði þetta. Ég held þetta hafi komið út úr svona umræðu sem að var í kjölfarið á milljónaverkefninu í Svíþjóð þar sem að var byggt 1 milljón íbúðir á 10 árum. Og þá var einhver sem orðaði þannig að húsnæðismál eru grunnur af öllum velferðarkerfum. Og þetta ímyndar þetta þannig að þessi kúla sem er húsnæðismálin og svo liggi hitt ofan á sem er aðstóð okkar við öryrkja, félagslega aðstóð, bara öll kerfi og heilbrigðiskerfi og annað slíkt. Þannig ef að þessi kúla brestur eða heldur ekki, að þá munir þetta steypast niður og það þýðir eins og þú ert að benda á. Það þýðir ekkert að veita manni endurhæfingu sem er í húsnæðisangist. Það þýðir ekkert að hækka laun hjá manni sem er bara út á hinum almenna leigumarkaði og leigusalinn tekur á hann peningi bara strax, bara leið og lappa með þetta út. En ég held líka hvatinn í því sem þú ert að tala um, Sigmar, hvatinn fyrir fjárfesta að fara í að byggja mikið af íbúðum til þess að selja á ódýrari verði. Hann er ekki til staðar þegar þú getur byggt miklu dýrari kosti og selt til fjárfesta sem eru þá að leigja út eða til annara tekjuherri sem að kaupa. Þannig að þetta er svo flókið. En vonandi náum við að taka einhver skref fram á þið. Já, ég ætla að skipta aðeins umræðni. Ég ætla að fara á óskum nokkur sem að bæði sem sjá okkur sjónvarp og heyra okkur útvarpi, það er við Bræður Gunnar Már og ég Sigurður og Magnús sem eru með þáttinn og gestir okkar eru Alma Ýr Ingólfsdóttir, formaður ÖBÍ, Halla Hrund Logadóttir, þingmaður Framsóknarflokksins og Sigmar Guðmundsson, þingmaður Viðreisnar. Þá er það komið. En við tölum aðeins léttið á þannig, það er svona ófriðabál í heiminn, þetta er afskaplega vont og til dæmis eins og frændur okkar á Norðurlöndum eru byrjar að vígbúast og þetta fer alltaf meira og meiri peningur í svona einhverju hótanir og fyrirætlanir. Líður ykkur illa yfir þessu? Sjálfsögðu. Sjaldan verið gríðarlega mikil breyting auðvitað stuttum tíma í alþjóðakerfinu og kannski stærsta einstaka breytingin eru forsetaskipti í Bandaríkjunum sem hafa heldur betur haft áhrif á stefnu Bandaríkjanna í ólíkum málaflokkum
birtast okkur í áherslunni á norðurslóðamál, breytingar í samskiptum innan Norðurskautsráðsins, sjáum auðvitað hvernig sveiflan hefur verið í samskiptum Bandaríkjanna og Rússa sem hefur þátt áhrif á stríðið í Úkraínu og svo erum við að sjá átök Pakistan, Indland, við erum að sjá hræðilega stöðu á Gaza, þannig að það er ekki bjart yfir og ótrúlega mikilvægt fyrir land eins og Ísland að vera í öflugu alþjóðasamstarfi og ég tel gríðarlega mikilvægt að efla það og ég held að sé mikilvægt við áttum okkur á því að við þurfum að vera í mjög góðum samskiptum við ólíkar alþjóðastofnanir, ólík ríki og annað til þess að geta beitt okkar áhrifum. Já, en sko NATO og Bandaríkin þau fá bara það sem við vilja held ég, við erum ekki við erum örugglega opin, ég ímynda með það. Þeir eru komið með helling nú þegar. Og ef þið vilja auka þetta, þá held ég eins og staðan núna, held ég sé engin fyrirstað í þinginu eða. En mér fannst þessi viðbótarsamningur vera óþægilegur. Bandaríkjaherinn getur bara metið það svo að það sé nauðsyn hann komi hingað, þá kemur hann hingað. Fjarlægi bara Sigmar ef hann eitthvað fyrir. Já, þetta hefði þetta þurft að ræða í þinginu sínu tíma, en það er svona umdeilt kannski hversu mikil þessi heimild er. En það er alveg rétt sem að Hallarhund segir. Það eru náttúrulega mikla breytingar í gangi í það er alltaf einhvern veginn ófriðvænlegt í heiminum og allt þetta og það er þannig. En auðvitað er breytt staða þegar við erum alltaf komið með stríð í Evrópu þegar Rússar ráðast inn í Úkraínu. Við erum með þetta skelfilega, bara hræðilega ástand á Gaza. Það sem að Ísraelar eru að ganga svo langt fram úr öllu sem réttlætilegt er með tilliti til einhverja sjálfsvarnar hagsmuna. Það er raunverulega að mínum að þið verið að nota þar hungur sem vopn. Og svo eru þetta með Pakistan og Indland núna. Þetta eru 2 kjarnorkuveldi, við skulum hafa það í huga, sem eru núna enn og aftur farin að hnykla vöðvana hvert að öðru. En það sem hefur líka síðan breyst á þessum sama tíma, það er að hvaða skoðun svo sem menn hafa á NATO eða þessu alþjóðakerfi sem var, að þá hefur auðvitað svona jafnvægið í því riðlast af því að núna er Bandaríkjaforseti sem hefur aðeins önnur sjónarmið uppi heldur en kannski forverans höfðu. Hann reyndar hefur komið í þannig fyrir með tali sínu að nú eru ríki Evrópu að átta sig á því að þau þurfa kannski að vera sjálfbærari með sína varnir og það er ekki alltaf hægt að treysta bara á Bandaríkin. Það hefur bara pínlítið verið þannig í gegnum áratuginn að það hafa allir treyst á að Bandaríkjamenn beri upp eitthvað jafnvægi í einhver alþjóðakerfi og haldi uppi NATO. Nú er það að breytast, en ég tek alveg undir að það sem hér verið að segja, við eigum að láta rödd okkar heyrast, við eigum auðvitað að tala fyrir friði. Þetta er auðvitað samt ekkert einfalt, því að þetta er alltaf, við erum alltaf einhvern veginn inn í einhverju vopnaskaki og átökum og öðru, En ég meina það er mjög merkilegt að við nú í Íslandsdeild NATO að fara á fundi með öðrum þingmönnum NATO-ríkjana. Þetta er bara gerbreytt þar inni, bara svo dæmi sé tekið Menn er að velta því fyrir sér heldur NATO, heldur 5. grein. Þessi grein sem að fjallar það að ef er árás á eitt ríki þá er það árás á þau öll, því að Trump hefur nú gefið það stundum til kynna að það myndir kannski ekki endilega vera tilbúin til þess að virða þá grein ef að ríki leggi ekki meira inn í sína varnir. Þannig að þetta er auðvitað bara svolítið snúin staða, en mér finnst að við Íslendingar eigum ekki að spila okkur þannig að við ætlum einhvern veginn að standa fyrir utan þetta. Við eigum auðvitað bara að vera í samfélagi með líkt tengjandi lýðræðisþjóðum og það er reynst okkur vel, finnst mér í gegnum tíðina. En það er nú stundum talað um það eins og það sé einhver heræsingur, það er það bara alls ekki. Þessi umræða finnst mér vera skrítin. Við erum alltaf aðra öryggishagsmuni heldur en Noregur sem á til dæmis landamæri eða Rússlandi. Við erum í skilgreindu áhrifasvæði Bandaríkjanna og eins og bent hefur verið með varnarsamninga sem þeir geta bara komið hingað við vilja. Og ég held að allir sem að mögulega Norðmenn og Finnar sem eiga náttúrulega óheyrilega löng landamæri að Rússlandi, það er svona þau skilgreina sem hættu hjá sér. Svo hætti er ekki hér. Það er bara, Pútín veit alveg að Ísland er hluti áhrifasvæði Bandaríkjanna og að fara hingað er bara eins og að ráðast inn í Bandaríkin. Og ég menn allir sem að menn geta ímyndað sig sem einhverju ógn, við vita þetta. Og þess vegna skil ég ekki á hverju við erum að því að við ætlum bara að vera í klúbbi
uppi með einhverjum ríkjum sem eru líkt þengjandi og svona. Við höfum bara að horfa á okkar öryggishagsmuni mjög kalt. Því að gjaldið sem við munum borga, ef við ætlum að fara að hegða okkur bara eins og Norðmenn og Finnar, það þýðir það að 5% af landsframleiðslu mun fara í hernað og öryggismál, sem eru sko 270 milljarðar. Nei. Núna langar maður þess að útskýra. Þegar við verðum að tala 5%, þá þetta það eitthvað ríki komin upp í það og það nú verður að tala kannski að fara upp í 3,5. Langstærstur hluti þess kostnaðar hjá öðrum ríkjum liggur í her. Það alveg skilningur hjá öðrum ríkjum í því. Þetta eru bara launagreiðslur til hermanna, lífeyrisgreiðslur til hermanna og tæki og tól sem við erum ekki að gera. Okkar framlag verður alltaf borgarar. Við viljum frekar borga lífeyri til félagi í Öryrkjabandalaginu. Það engin umræðum það hér að við séum að fara að stofna her. Þar að leiðandi skilningur hjá öðrum ríkjum það lögum mér aðeins að klára Gunnar, að okkar framlag annars eðlis. Okkar framlag sem reiknað inn í þessi framlög til NATO sem hafa verið 2% og eru núna verið að tala að fara upp í 3,5 og sum ríki komin upp í 5. Þau verða alltaf miklu lægri. Okkar framlag meðal annars það að vera partur af NATO og hér sé til aðstaða. Og síðan það uppbygging á innviðum. Það uppbygging á flugvöllum, það uppbygging á samgönguinnviðum, vegum, jafnvel viðbragðsviðbúnaður hjá lögreglu og öðru slíku. Og við erum alls sammála að gera betur þarna. Það þetta sem að reiknast inn í töluna hjá okkur, en ekki hernaðarkostnaður. Í fyrsta lagi að þá var þetta lengi vel og það var Bjarni Benediktsson eldri sem að benti á þetta þegar Ísland gekk inn í NATO, var hluti af stofnaðilum NATO, að við verum ekki með her og ættum að hafa svona auka aðild. Það var ekki hægt að gera það kröfu til okkar sem voru samþykkt. Og þess vegna erum við ekki á listum NATO eða þegar verið að meta hversu stór hluti af landsframleiðslu fer í hernað og öryggismál, þá erum við ekki á þeim listum. Það hins vegar augljóst og bæði á núverandi utanríkisráðherra og fyrrverandi utanríkisráðherra að þol annarra NATO-ríkja gagnvart þessu fer minnkandi og þess vegna erum við að verja peningum í vopnakaup til Úkraínu og við erum að verja, það augljóst að svona útgjalda vilji utanríkisráðherra orðin ansi opinn og það augljóst að við erum undir þessu þrýstingi. Við erum þegar að tala ógnina af Trump. Þegar hann sér þennan lista og fattar það að Ísland ekki þessu lista, að þá mun að setja okkur á þennan lista. Sérstaklega ef við ætlum að fara til hans eða til NATO og við erum að biðja einhvern stuðning í öryggismálum, að þá mun að segja, alveg sjálfsagt mál, við skulum auka hér, við verðum okkar fleira, en þið verðum að borga. Og þið verðum að, ég segi ekki að endi í 270 milljónir sem 5%, en þetta fyrirsjáanlegt að ef við skilgreinum okkar öryggishagsmuni ekki eins og þeir raunverulega eru, en ætlum að fara að taka þátt í þessu, að því það bara, hvað heitir þetta, verðugur bandamaður og notaði Þórdís Kolbrún Það að fara úr NATO. Nei, ég að segja, við erum bara að tala skýrt inn í NATO og segja það. Ég veit að þið óttist innrás frá Rússlandi, en því miður eru við bara 400.000, við höfum ekki einu sinni mannafla til að verja okkur sjálf, við erum hluti áhrifasvæði Bandaríkjanna og þau munu verja okkur ef einhver annar ætlar að koma hingað. Þannig að það ekki okkar mál að fara út í hernaðaruppbyggingu í Evrópu sem grafa undan velferðarkerfi Evrópu og ofan á það er ekki bara við sem eigum í vanda með langvarandi lélega uppbyggingu innviða, skuld þar, við skuldum fleiri 100 milljarða og þannig á önnur Evrópulönd og þetta mun valda gríðarlegri félagslegri upplausn í Evrópu og mögulega bara eyðileggingu álfunnar og við höfum ekki að taka þátt í því. Við höfum bara að segja það að við ætlum að byggja hér upp öryggiskerfi. Ef þú ætlar að hafa öryggi á Íslandi, þá er félagslegt öryggi og jafnvægi í samfélaginu fyrsta sem þú gerir. Mér langar aðeins að grípa boltan varðandi það sem þú ert að tala varðandi áherslu Trump, svo varðandi þessa breytingu sem hefur verið orðið á í raun og veru starfsemi NATO eða stefnu Bandaríkjanna gagnvart NATO. Af því ég bjó nú í Bandaríkjunum síðast þegar Trump tók við. Það sem var líka stefnubreyting og þó hún birtist með mun sterkari hætti núna. Auðvitað þurfum við sem þjóð líka að hugsa til miklu lengri tíma, menn að Trump á eftir að vera sitt seinna kjörtímabil. Nú eru demókratar að leita að næsta leiðtoga, repúblikanar eftir að gera það líka og við höfum eftir að sjá hver sveiflan verður í öryggisáherslum Bandaríkjanna. Það mun koma í ljós með næsta forseta. Þannig að við þurfum að hafa skýrari langtímasýn þegar við erum að horfa á það
hvernig, eða vera með einhverja dómsdagsspár, sko, hvort að NATO sé komið að endastöðu eða ekki. Það er bara, við vitum það ekki. Við vitum að það hefur veikst, en við vitum ekki hver endanlega niðurstaðan verður. Þess vegna ættu heldur ekki að rjúka í einhverja hernaðaruppbyggingu eins og önnur Evrópulönd. En sko staðan núna er svo að við þurfum að átt okkur á því að Bandaríkjamenn eru ennþá okkar mikilvægasti bandamaður þegar kemur að öryggi og vörnum og við erum í NATO. Ég held að sé sjálfsagt að vera í öflugu samvinnu og samstarfi. Ég meina, ég er í Norðurlandaráði. Það er öflugt samstarf þessi mál og Íslandi mikið að taka þátt í því samstarfi á grunni til dæmis almannavarnaviðbragða í ólíkum aðstæðum og svo framvegis. En sko, svona stefna eins og varnarstefna, hún kollsteypist ekki, en við þurfum auðvitað að vera vakandi og aftur að vera bara í með samskiptin okkar traust og trygg. Ég held að það sé númer 1 og 3 og svo staðan núna. Ég ætla bara aðeins að segja, þú veist, ég ætla ekki að fara til Finnlands og segja við Finna þið þurfi ekki að óttast Rússa. En ég er alveg til að segja þetta á Íslandi, við höfum ekki óttast Rússar er ekki að koma hingað, sko. Akkur ættu við þá bara heila eins og Finna. Það er auðvitað miklu meiri kafbátaflutninga núna í gegnum heldur en hafa verið og svo framvegis. Þannig við þurfum að bara taka þátt í og vera upplýst og vera vakandi, en ég held að sé engin ástæða til að vera með eitthvað panik. Ég ætla ekki að taka langt rant hérna núna, en ég get alveg sagt það hér að þegar maður, að ég var nú vísa til þess að í samtali við aðra þingmenn á NATO-þinginu, að tala við þá þingmenn sem koma frá löndum sem eiga annarkvort landamæri að Rússlandi eða landamæri að Úkraínu eða landamæri að löndum sem eiga þarna landamæri að. Allir þessir þingmenn, þetta er alveg rétt hjá Gunnari Smára að því leytinu til að við erum lengri í burtu. Allt þetta fólk, hann er svo raunverulegur óttinn. Hann er svo raunverulegur af því að þetta á sig líka svo mikla sögulega rætur. Og við getum ekki alveg ákveðið að við séum stikkfrí hérna og bara svona líka rétt af því að við mögum auðvitað ekki heldur vera vandræðalega við að tala um það. Þegar að Trump er að tala um það og hefur látið þau orðfalla, hann segir auðvitað ýmislegt og menn segja nú stundum þetta er bara hann að tala, en við verum auðvitað að velta því fyrir okkur, lætur hann knéfylgja kviði, sko. Þegar hann segir, ég útiloka ekki að beita vopnavaldi gagnvart Grænlandi, við erum í hliðin á Grænlandi, sko. Ég er að segja það. Þannig að þess vegna tel ég svo mikilvægt að við séum með líkþengjandi ríkjum. Þetta er hins vegar að riðlast, en við eigum auðvitað að vera í miklu samtali, sérstaklega við ríkin í Evrópu eins og það er núna. Við vonum auðvitað að það komist svona annað skikkamáli í Bandaríkjunum, en auðvitað hefur þegar Trump er búin að vera á sviðinu í 12 ár, því að hann var nú aldeilis áberandi líka í repúblikanaflokknum þegar hann var ekki forseti, hann á milli. Ég meina, hann er auðvitað búin að breyta pólitísku landslægi þarna. Þú veist, þetta er alltaf endalaust endurmat aftur og aftur og aftur og aftur þessi málaflokkur. Ég get ekki undir með þér Sigmar að ég held að næstu árin og meðan við erum með Trump sem forseta, þá verður miklu meiri ófyrirsjáleiki, en í varnarstefnu þurfum við alltaf að vera að hugsa til lengri tíma. Og ég bara svo ég taki dæmi, kannski svona að mínu sérsviði, þar sem að Norðurskauts samvinnan hefur verið sko grundvöllur í okkar utanríkisstefnu. Hvað hefur gerst þar? Þú ert komið með auðvitað eftir stríð í Úkraínu, þá er Rússland orðið óvirt, en þá voru hin ríkin 7 með Bandaríkjunum virk, svo breytast dýnamíkin við Bandaríkin, þannig að þú ert bara í okkar heimshluta, þetta komið með mjög sko óvænta stöðu og það verður rosalega áhugavert hvernig allar sem áhuga á alþjóðamálum að fylgjast með núna þegar formennskan er að færast frá Norðmönnum yfir til Dana, Grænlendingar eiga að leiða þá norðurskautið á mjög erfiðum tímum þegar norðurskautið er nánast lamað og innan norðurskautisins enn í dag eru bæði Rússar og Bandaríkjamenn og þetta er dæmi samvinnu sem að við þurfum að hugsa upp á nýtt með við stöðuna. Já, heyrðu, af því að það er nú stutt eftir og Alma hefur ekki blandast mikið í þessar djúpu pólitík, en mér langar að spyrja þig sko, þessum tala sko stöðu sveitafélaga. Nú er náttúrulega fólk sem er í ÖBÍ, víða á landinu, er það ekki? Og Jú, náttúrulega, sko ÖBÍ eru náttúrulega bara regnhlífa samtök 40 aðildafélaga. Og þegar við erum náttúrulega að tala fyrir sko
hópinn sem að í rauninni eins og til dæmis í kjaramálunum að þá ekkert allir sko sem að við erum að tala fyrir endilega í aðildafélögunum okkar. Nei. Þannig að þú veist þverskurður bara samfélagsins bara í rauninni tilheyrir okkar á einn eða annan hátt óháð því hvort það sé sko í aðildafélagi eða ekki. En jú, en það reynir náttúrulega mikið á þennan hóp í sveitarfélögunum. Og kannski að fólk hafi þurft bara jafnvel að flytja. Já, það svolítið því miður, þá það enn svoleiðis að náttúrulega það verður þarna þessi yfirfærsla þarna málaflokknum 2011 og það hefur bara verið mjög þungt í vöfum. Það leynist engum. En það náttúrulega mæðir líka mikið á sveitarfélögunum að verða við þessum lögbundnu skyldum sínum hvað þjónustu og annað varðar. Og það náttúrulega alltaf mjög hávær umræða og náttúrulega endurspeglast í því hvað þessi einstaklingar eru fjárfrekir sem ótrúlega leiðileg og niðurlægjandi umræða. En maður lágur svo sem ekkert sveitarfélögunum að hafa áhyggjur af því og það vonandi á þann hátt að þeir hafi áhyggjur af því að þeir geti ekki veitt þessar lögbundnu þjónustu. En það eru svona, fólk oft neyðist oft til þess að flytja úr sínu sveitarfélagi til þess að geta fengið bara þjónustu, eða bara líka bara húsnæði. Ég meina þú átt kannski langveikt barn eða barn sem fatlað og þú getur ekki búið í þessu húsnæði í þínu sveitarfélagi, þá verður þú bara að flytja annað og þá ertu komin á annan biðlista eða hvernig sem það sko. En þetta og þetta virðist vera svona eilífðarbarningur. Að það þetta sko þrætuöflug, hvaðan kemur fjármagni, það nóg, varður rétt varið eða ekki og svo veitir rauninni enginn hvað verður það, hvernig verður það, þú veist maður fær ekki almennilegar upplýsingar það sko, þannig að þú veist eftirlitið með fjármunum sem að fer, þannig að þetta svona, þetta alls konar sko, en og bara mjög erfið staða því að og svo hefur nú svona stundu borið á því að við höfum bara að fara í mál, við vissulega förum í mál, það græðir enginn á því nema náttúrulega sérstaklega ekki einstaklingurinn sem á allt sitt undir en ég meina þetta ákveð tól sem við náttúrulega beitum þegar við erum komin á þann stað að ekkert annað breytist. En Og þið hafið farið í þannig mál? Já, við höfum náttúrulega rekið alls konar dómsmál, við erum með 13 mál nei, alls ekki og við erum með 13 mál í gangi í dag sem að í rauninni eru öll, þú veist, af alls konar meiði, sko, þannig að og við höfum farið með til Mannréttindadómstólsins líka og það eitt þar í gangi núna, þannig að þetta svona örþrifa, en svo finnum maður það líka að þetta orðið svona ákveðin taktík, svona að maður getur sagt, sko, að maður sé komin í þá stöð að maður sé svona hótunum, að fólk vill þá frekar vera sko koma til málamiðlun ef það ákveðið að stefna þá þú veist, að þetta á að vera örþrifa, þetta ekki þegar að En einhvern veginn sko málamiðlanir ef að það einhver einstaklingur sem þarf mikla þjónustu og öryrki, hann getur ekki gefið eftir einhverja málamiðlun. Nei, ég þá að meina ef að þú veist sko að sjálfsögðu ekki og þá náttúrulega förum við alla leið en í það sem að kannski varðar stærri hóp eins og til dæmis nú hafa rafræn skilríki verið til umræðu núna síðan 2019 og þetta þú veist, það örþróun í stafrænum heimi, við erum með sko, þú veist, ótrúlegt fólk sem býr yfir þeirri gæfu og gáfu að geta búið til hitt og þetta, en þegar þessi hlutir eru kannski búnir til og þetta einhver stefna sem að stjórnvöld setja, að þá ekki verið að hugsa markup sem að kannski erfiðara með að nýta sér þessar lausnir og það í rauninni alltaf að gerast og ég meina nú bara allar umsóknir fara rafrænt. Sama hvort það gegnum sveitarfélögin eða ríki, allt sem gegnum tryggingastofnun rafrænt, sjúkratryggingar, það bankarnir. Svo bara hópur þarna sem að getur ekki nýtt sér þessar lausnir. Og þá hefur rauninni aldrei verið tekið allar leið bara, við ætlum að finna þessa lausn. Og þá maður komin aftur þangað bara, þegar þessu sleppir, að þá erum við komin þangað, hvernig ætlaði að leysa það? Það engin lausn. Þá náttúrulega, og þá fundin einhver skammsýn lausn sem að kostar ótrúlega mikið og hún hentar bara ekki hópnum eða á þá leið að hún að búa til bara gjá sem að getur myndað bara misnotkun hverskonar á fjármunum og öðru en þetta hópur sem oft jaðarsettur og jaðarsettastur kannski að þá kemur inn þá stefnum við ríkinu og þá komin til málamiðlunar að finna einhverja lausn svo hún svikin og þá fyrir við aftur að stað en núna erum við komin á þann stað að vera að finna ákveðna lausn í þessu sem vonandi verður svo lausn sem að hægt að nýta sér inn á allt þetta þessu Ísland.is til dæmis en þetta ótrúlegur slagur og maður fattar ekki sko af því að oft þú veist, þessi málaflokkur hann bara einhvern veginn, hann þarna og stundum erum við með og stundum ekki
En í svona lausnum, þú veist, þá bara miklu betra að hafa fólk sem hefur þekkinguna á þessu með frá upphafi en ekki þegar það búið að þróa lausnina. Ég heyrði daginn að sko konseptið algilda hönnun, að það var eitthvað sem þannig að hvað sem þú ert að hanna sem hvort það í stafræn heimi eða húsnæði, að það var eitthvað sem vantaði bara sem svona grundvallar námskeið sem hluta af eða að því var í flétta saman við bara kennslu heilt yfir. Jó, við fórum náttúrulega og við erum náttúrulega búin að vera á þessari algilda hönnun sko hugtaka áróðri ef svo má segja í sko örugglega 10 ár. Þetta nær aldrei í gegn, að þetta bara eitthvað, þú veist, bara eitthvað sem við erum að segja, þetta svo dýrt, þetta svo íþyngjandi, þetta ekkert íþyngjandi, þetta íþyngjandi þegar þú ert búin að hanna eitthvað sem kemur svo í ljós að það virkar ekki, þá það íþyngjandi, ekki frá upphafi. Þetta kannski startkostnaðurinn ákveð, sko, en eftir á þá það ekki og þetta ótrúlega, sko, en mér finnst vera svona aðeins hreyfing á þessu, en algild hönnun, við fórum í samstarfi til dæmis arkitektafélaginu, þar sem var í rauninni verið að, en svo koma þess að vörður bara, nei, við erum ekki alveg sammála, þetta gæti haft áhrif á sköpunargáfu eða eitthvað, en þú veist, það þarf enginn að segja mér það að það sé að fara, sko, að ráða rauð þegar þú ert að fara að hanna eitthvað, það sé að því að algilt á að vera, þú veist, að nýtist öllum. Ég meina fólk fótbrotnar, hvað ætlar þá að gera og getur ekki nýta. Þú veist, þú ert með barnavagn, þú veist, þetta bara hluti af algildri hönnun, sko. Ég held þess með miklu meira, sko, einmitt það að fólk bara í tölvunarfræði hafi ekki þekkinguna eða það sé ekki hluti af náminu. Kannski spennandi tækifæri að vinna eitthvað með það. Já, sjálfsög. Mér langar að því að Halla Hrund var að skrifa vikurinn á sandana. Ísland og landi. Það ekki þýskt fyrirtæki sem vil flytja sandan okkar út. Já. Það ekki bara gott mál að þess að sanda. Já, það nótilega sandi hefði einhver sagt, sko. En það auðvitað ótrúlega mikið til af sandi og ólíkum jarðefnum á Íslandi. Og þetta bara dæmi eitthvað sem við hugsuðum aldrei sem einhverja sérstaka auðlind. En eins og með allt regluverk, það allt í einu komin upp svo staða að þá fari mikinn útflutning á sama tíma og sko lagaramminn var hugsaður fyrir það að bændur geti verið að byggja hlöður eða vegagerðin geti verið að nálgast jarðefni fyrir sko vegspotta. Þannig að það ekki til þessi rammi það hvort þú megir. Það var nú fiskeldi líka, var þeir hugsaður og löggjöfin alltaf eftir á. Það orkumálinn sem þú kemur úr, alltaf að tala einhvern virkja bæjarlækin, á meðan það bara einhverjir fjárstyrkir aðalega sem ætla að fara að reisa hér einhverjar stór virkjanir. Það nú annað, vindorkustefnan bara sama meiði að núna skiptir svo miklu máli að klára ákveðna umgjörð áður það farið af stað og varðandi jarðefnanýtinguna að þá til dæmis vantar sem það heimild til auðlindagjalda þegar við erum að tala nýtingu á hafsbotni. En það vantar bara þessa hugsun, við þurfum að færa hana upp á land, ef svo má segja. Þannig að það tækifæri þar til að vinna slíkar útfærslur. Og ég hef líka, því ég hef lagt fram þingsályktun sem ég hlakka til að ræða við Sigmar takmarkanir á jarðakaupum frá erlendum aðilum. Og þá það einmitt að því að þegar við seljum jarðirnar þá erum við að selja jarðefnin og vatnið, heita og kalda vatnið með. Án þess kannski að vera búin að hugsa þetta til langs tíma. Þá kann einhver að spyrja hvað viljum við þá enga sko fjárfestingu í verkefni og þá svarið nefnilega að það hægt að laða fjárfestingu í verkefnin. Það bara hægt að gera það gegnum tímabundin nýtingarleyfi þannig að þá getur við verið að fara í verkefni en þá greiður líka ákveðið fyrir það til samfélagsins og þá eignastu ekki auðlindirnar til langs tíma. Þannig að þetta mál sem stórt að því ég veit að við deilum ástríð og auðlindapólitík, við byrjum með veiðigjöldunum. Þetta líka stórt auðlindamál sem við þurfum að ræða. En þetta framundan, þessi sandútflutningur? Ég spurði ráðherra málaflokksins þetta í þinginu daginn, hvort að við þyrftum ekki að útfæra þessa löggjöf og hann tók jákvætt í það. Og ég á mér þann draum að við náum utan þessi auðlindamál með þeim hætti að við séum að skapa verðmæti inn í sameiginlegan sjóð, sambærilegan við orkusjóð Norðmanna og að við getum sko náð utan þessa ramma í jarðefnunum og ólíkum flokkum þannig að við sjáum ekki deilurnar sem við höfum séð í fiskeldinu. Að auðlindarentan af auðlindum almennings renni inni til þess að byggja hér gott samfélag. Eðlilega. Já. Við ættum nú að vera öll samlunda. Ég hjó eftir því að svona lifna aðeins yfir mér þarf að fara að tala tímabundna nýtingarsamninga því að það einmitt það sem við höfum í okkar sjávarútvegsstefnu Viðreisn sko. Það að það séu gerðir tímabundnir nýtingarsamningar til langs tíma í sjávarútveginum
lítill hluti í einu til þess að skapa fyrirsjáanleika. En það hefur nú verið ákveðið að fara aðra leið og fara bara beint í að breyta auðlindagjöldunum með þeim hætti. En auðvitað þurfum við að koma almennt gjaldtökunni í skikkalegt horf og líka umræðunum hana. Hættum að tala auðlindagjöld sem auðlindaskatt til dæmis. Þá erum við að kippa úr sambandi þessu grundvallaratriði sem að hér á þjóðin saman einhverja auðlind og þeir sem ætla að nýta hana þeir verða að borga þetta bara einhverja leigu fyrir það. Það gjaldtakan. Leið og við ætlum að færa þetta inn í einhver umræðu með þetta sé bara eins og hver annar skattur, bara engin munur á þessu og tekjuskatti, þá erum við að rjúfa tengsl okkar við það að við eigum auðlind en við viljum fá eitthvað fyrir hana þegar aðrir að nýta hana. Mér finnst þetta að vera svolítið, ég veit að það ekkert allir uppteknir af þessu. Mér finnst þetta, leið og við kippum á þennan streng að þá missum við svolítið auðlindirnar finnst mér fjær okkur sko. Mér finnst þetta, sko, að því að tíminn svo við erum komin langt fram yfir tíma. Tíminn auðlind. Tíminn auðlind hér. Og sem engin á. En að því ágætt enda bara á þessu, gjaldi, veiðigjaldi. Já, en ég ætla að þakka ykkur mikið vel fyrir komuna til okkar. Þetta búið að vera líf og fjör. Það Alma Ýr, Halla Hrund og Sigmar Guðmundsson. Takk fyrir. Takk fyrir. Og hér eftir koma til okkar Árni Helgason, lögmaður og varaþingmaður, Lilja Alfreðsdóttir, varaformaður Framsóknarflokksins og Ásgeir Brynjar Þórðarson, ritstjóri Vísbendingar. Hjálpið okkur að byggja upp dreifikerfi samstöðvarinnar með því að læka síður samstöðvarinnar á YouTube og Facebook. Samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt-brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834. Við erum í útvarpinu á FM 89,1. Þarftu að tala af borgarfulltrúa. Borgarfulltrúar Sósíalistaflokksins eru með viðtalstíma alla mánudaga klukkan 13:30 til 14:30. Það þarf ekkert að bóka tíma, endilega kíkja við í Bólholt 6, 105 Reykjavík. Gerist áskrifendur á samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is. Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Allt það besta ókeypis. Knúsaðu vini þína. Samstöðin þar sem manneskjurnar koma saman. Segðu það á samstöðinni. Samstöðin í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.
Já, sæl á ný. Það komin nýji gestir eins og ég sagði áðan og hér Lilja Alfreðsdóttir sem varaformaður Framsóknarflokksins og Árni Helgason, lögmaður og varaþingmaður og Ásgeir Brynjar Torfason, ritstjóri Vísbendingar og eflis með meiru. En við hérna áðan rættum við ekkert njósnamálið og það allt saman, ef við ekki að byrja þar. Hvað hérna, þetta náttúrulega kom okkur öllum óvart ef ekki? Já og nei, óvart og ekki. Já. Jú, ég held að þetta auðvitað gengur ekki í réttaríki. Nei. Þetta ekki eins og við viljum að hlutinni séu og ég held að þetta sé alveg auðsótt að það þarf að skoða þetta vel. Já. Og ég verð nú bara að segja alveg svo að því ég sá Kveiksþáttinn að ég var mjög. Mér finnst þetta bara óþægild að horfa á þetta og mér finnst þetta, ég á nokkið að vera að hlæja sem var nú svona fyrir eitthvað léttur á kátur að þegar Villi Bjarnar sagði svo ég er bara svo hundleiðilegur, þeir fundu ekkert á mig. Þið vitið, en þetta er grafalvarlegt. Já, það var búið að koma fram að þeir höfðu verið að selja upplýsingar, þeir mistu vinnuna úr lokunni. Það sem er svolítið sérstakt við þetta sko er að maður tek undir með Lilju, þetta bregður öllum held ég við að sjá þetta og þetta er alveg rosalegt að horfa á þess að þætti og þessu umfjöllun en það sem að maður náttúrulega rifjast aðeins upp og rifjað upp í þættinum er að þeir náttúrulega voru reknir frá sérstökum saksóknar á sínu tíma og höfðu þá verið uppvísir af því að selja upplýsingar, eitthvað tengt Milestone og einhverju slíku og það þeir eru kærðir en það mál einhverjum vegna fær ekki frekar í framgang. Rannsókn málsins var fellt niður. Og það er svona eftir á kannski ríkissaksóknari í raun og veru, ef ég skil það rétt sko. Og það kannski verður eftir á að hyggja svolítið svona áleitnari spurning sko, því að það kemur upp strax þá að þeir eru að miðla gögnum einhvern veginn óeðlilega, það er einhver óskýr mörk þarna á milli, að það hef ekki farið einhvern veginn dýpra í þetta á þeim tíma sko. Það lítur ekki vel út í dag. Nei, ég sammála því báðu og það er eiginlega, mér finnst svolítið furðulegt hvað áherslan hefur verið á sko afsagnir sérstaks saksóknara, héraðssaksóknara núna og ríkissaksóknara meðan að þú veist, ég myndi reikna með málþingi á lögmannafélaginu því að það var nú lögmaður sem var á bakvið þetta að láta gera þetta og síðan eftirlit með lögreglunni að því að það var nú sko, þó að sé nefnd að þá er sko svo auðvelt að skaða traust og þegar svona 12 ára mál kemur upp að þá bara myndi allt í einu eftir það kom upp mál með bláa einhvern fána sem að þeir voru með á borðunum sínum í jakkafaldinum lögreglumenn svona með sem sagt einhverja nasíska tilvísun og það mál var til dæmis ekki rannsakað að því að það verið 10 ári í Skandinavíu, það hefði orðið stórmál í fjölmiðlum, úttekt á lögreglunni, könnun á öllum jökkum, hvað er þetta mikið, en við erum alltaf svo einhvern veginn svona slæta að þá bara kom einhver fulltrúi frá lögreglufélaginu eða lögreglunni og sagði við vissum ekki hvað þessi fáni þýddi og svo var ekkert meira gerst og bara þannig að sko þegar svona mál kemur líka að það er náttúrulega gott til að fá þetta upp á yfirborði en sko að þá heyrir maður lögreglustjórann að segja að það sé verið að búa til betra tölvukerfi núna þannig að sé ekki hægt að kópa úr því hefði það ekki átt að byrja fyrir 12 árum sko þú veist það er eins og við séum svolítið í einhverju sko fornöld í tölvumálum og það sama kom fram í læknaverkfallinu og nýlega læknar er að eyða svo miklum tíma að fletta í einhverjum að því þeir eru á einhverju svona eldgömlu tölvukerfi og þú veit það bara við verðum að fara að taka okkur á í fagmennsku sama hvort það er í lögreglunni lækna heilbrigðiskerfinu, menntakerfinu Þarna er svo skýrt dæmi það sem verður að ráðast inn fyrir friðhelgi mannsins og hans lífs sko. Þetta er eitt sko sem sagt bara hegðun og framkoma og það sem raun og þessir aðilar gera annar er nú látin og kannski erfiðar að tala hans aðkomu á þessum tímapunkti en hinn ekki og og þetta er og einn sem var í
umferðarlögreglunni. Já, svo þeir að ráða lögreglumenn sem náttúrulega grafalvarlegt líka. En þetta eitt sko, ég held að væri nú bara mjög gott einmitt og mér heyrist nú dómsmálaráðherra að vera að tala á þeim nótum að þetta veri skoðað bara vandlega. Ég held að veit ekkert af því. En svo kannski líka aðeins bara, maður heldur náttúrulega ekki alveg gleyma að það var ákveðið svona andrúmsloft ef maður fer kannski aðeins stærri myndina í kringum þetta allt saman, þessar miklu hleranir og þetta mikla kapp sem varð hér eftir hrunið eða svona kannski 2010, 11, 12 erum við mjög upptökin af þessu að það átti að ná sakfellingum og það átti að ná þessum köppum sko. Var það ekki vegna þess að brotin voru alvarleg? Brotin voru hinn meintu brot og voru alvarleg og málið mjög alvarlegt. Það verið dæmt, þú veit ekki haldaði fram að það var orðið til einhver svona galdrastemming og menn verið sakfelldir og ákærðir bara út af einhverju stemmingu í samfélaginu. Ég er nú að segja sko auðvitað var efnahagshrunið risa viðburður og það hefur auðvitað komið, það hefur verið rannsakað gríðarlega. Stórfellt brot inn í þessu bönkum sem hafa dæmt fyrir. Fundust brot, já. Og ég held að enginn ætla að fara að verja það núna og haldaði fram að það verið einhverja galdrabrenning. En kannski einmitt akkurat í anda þessara spurningar. Þetta var andinn fannst með þá og það sem ég kannski segja í krafti þess var gengið mjög langt í þessum hlerunum og þessu eftirliti með mönnum og það var fyrir ekki bara svo ég fá að klára og þetta til dæmis svo mikið að það var verið að hlera svo mikið að það var ekki eins og að hlusta á þetta í rauntíma og ég fekk nú bara sjálfur sem lögmaður mál frá ungum manni sko, sem tengdist fjármálakerfi eða neins konar brotastarf sem ekki neitt sko en hann hafði fyrir misgáning sem dæmi sko, hafði númer hans verið vitlaust skráð inn í einhvern gagnagrunn hafði komið ljós að búið að hlusta á hann í marga mánuði bara að tala um íþróttir og eitthvað hvað það var en það kemur ekki ljós fyrir löngu síðar því að það var einhvern veginn verið að hlera svo marga þessu var einhvern veginn að þetta var farið í þetta eftir á að yfirfara það sko. En það auðvitað þannig að fjármálahrunið verður í raun og veru sko þess valdandi að það glatast ákveðið traust sem að við höfðum svolítið sko búið mjög vel við alveg frá svona lýðveldisstofnun og þetta var auðvitað þannig að ég held að sko flestir hafi upphaflega ekki átta sig á því að sko bara efnahagslegt fullveldi okkar það var raunverulega undir vegna sko brjálaðrar skuldsetningar sem reyndist ekki vera sjálfbær og þetta var auðvitað svo ég segi sko þetta var auðvitað óbóðslega, ég var í Seðlabankanum á þessum tíma og þetta var mjög erfitt tímabil, bæði aðdragandi hrunsins og svo eftirmáli hrunsins, það bara þannig og ég held að þetta sé svona svo maður verum ég held að þetta hafi jafnvel sko haft meiri mótandi áhrif á mig en ráðherra og ríkisstjórn að setja í þrígang vegna þess að mér leið bara þannig að við værum sko að þetta bara svona svolítið svona efnahagsleg geta okkar og sjálfstæði væri nánast bara það lá undir. Við heyrist þess að vera að reyna að beina umræðin í það að raunverulega sé glæpurinn hjá þeim sem stóðu rannsóknum þessara mála. Þau eigi að segja af sér. Ekki þeim sem stálu gögnunum, það er eitthvað fókusið farið þangað, ekki þeim sem þeir eru að selja gögnunum sem eru mikið til hrunverjar sem eru að í einhverjum erjum sín á milli og hort fram hjá því að sko hruni varð að hluta til bankarhruni hérna í Íslandi var að þess að bankarnir voru að lána einhverjum stundum bara ímynduðum félögum til þess að kaupa hlutaféð til þess að halda upp í verðinu algjörlega glórulaus glæpastarfsemi. Og ef ég má bæta inn í bara fyrir sögulega samhengið að síðan þegar Ben Benediktsson kemst til valda þá er skorið niður fjárframlögin til sérstakssaksóknara mjög mikið og það eru felldar niður mjög stóra rannsóknir af því ég var nú sértilkvæddur meðdómandi og líka dómkvæddur matsmaður í nokkrum af þessum málum og það er mjög merkilegt í sjálfu sér þegar maður skoðar þetta hrun núna í smá fjarlægð og fær svona áminningu úr þegar svona mál komu upp að það var til dæmis ekki ákært fyrir eitt einasta bókhaldsbrot og allir sérfræðingar erlendi sem ég tala með þetta og þeir sem fylgdust með bönkunum hér eru alveg furðulosnir yfir því og þá þarf maður að fara að skoða mál sem voru settluð með dómsátt, það kom 1,5 milljarður frá Pricewaterhouse í London eða þetta meina einkaaðilar hafi ekki
farið í slík mál. Nei, og sérstaklega. Já, ég að segja, á einhvern dæmi endurskoðendur fengu dóma líka. Já, ég held að, við mögum samt ekki, þetta var, það sem var að gerast hér, var auðvitað að gerast í bankakerfi allstaðar á Vesturlöndum. Einhverstaðar lærði af þessum skala. Hvaða banki í útlöndum var að lána fé til þess að kaupa hlutabréf í sjálfum sér? Það sem ég ætlaði að segja. Þetta sé bara sér íslensk heimska. Já, ég ætla nú ekki að fara að nefna einhverja banka eða svoleiðis, en einhverstaðar lærðu menn þessi vinnubrögð. Og þú varst nú að vinna ef ég mann rétt. Í banka? Nei, þú varst í útrásinni líka og þekkir alveg til, myndi ég halda. Ég þekki ekki til neins af þessu bönkum. Ég tók þátt í að búa til blað í Danmark að vísa í það. Já, ég er ná að vísa í það. Og hvernig tengist ég þessu máli þá? Ég er ekki í rannsóknarskýrslunni, ég er í engum af þessum málum sem eru að vitna til hérna. Hvernig dettur ég að vera að tengja með þessa menn? Það sem ég vildi sagt hafa er að það var mikil útrás á þessum tíma. Það voru margir sem voru að fjárfesta erlendis og ég var að vitna til þess. Ég er ekki að tengja þig við. Ég var ekki að fjárfesta neitt. Ég er ekki kapitalisti sem á eitthvað, ég vann hjá fyrirtæki sem var í eigu þess aðila eins og margir. Já, það sem ég er að gera hér núna, ef þú kannski leyfir mér að klára. Galdrabrennur hérna svipað að vera Nei, það sem við erum að rýna, Gunnar Smári, við erum að rýna ákveðið samfélag sem var á sínum... Með því að tengja mig þessum glæpum? Nei, ég er ekki að tengja þig við þessu, þú ert að sjálfur að tengja þig við þessu. Þú sagðir að ég hefði tengst þessu. Ég var að segja að þú hefði verið í ákveðni útrás, er það ekki rétt hjá mér? Ég vann hjá fyrirtæki sem var í Danmark. Það sem ég er að segja er að það var hér, menn fóru í mikla útrás, bankanir gerðu það var ákveðið gírun í gangi allstaðar, ekki bara hér, heldur allstaðar. Nú verð ég aðeins að fá, ég vann hjá amerískum fjárfestingarsjóði í Skandinavíu á þessum tíma og ég þurfti á fundum með fjárfestum, þar sem ég var íslenskur, að segja við þá mjög skýrt í byrjun fundar að það væru engir íslenski fjárfestar í mínum sjóði og þar með róuðust þeir og voru til í fastegna viðskipti við mig og minn sjóð. Af því að það vissu allir á skandinavíska markaðinum að Íslendingarnir voru að kaupa allt og drasl og hús út í skógi á 20, 30, 40% yfirverði og Daninni sem seldu þessum félögum til dæmis eignir fóru í heimsreis í 3 ára skútunni sem þeim keyptu fyrir söluna sem var á 20% yfirverði, komu svo 3 ára seinna og keyptu öll húsin tilbaka á uppboðum, það voru haldin uppboð í bíósölum og þeir keyptu þær á svona 60% af virðinu. Þannig að þeir hlógu að Íslendingum og þess vegna er svo óþolandi að heyra hér alltaf endurtekið að þetta hefði nú verið í gangi annars þar. Auðvitað var bankarhrun, það fóru hér bankar á hausinn í Bretlandi og Bandaríkjunum í apríl 2008 sem kom Íslendingum á óvart eftir að Lehman var farin á hausinn í september 2008 og Íslendingar héldu alveg út allan september og Seðlabankinn þar með líka í einhverju snildar fléttu að taka yfir 75% hlutabréf sem byrjaði dómir á við og ég horfði á þetta frá útlöndum og það er bara móðgun við heilbrigða skynsemi að reyna að halda áfram með einhverja sögu sem þessir ríkumenn sem áttu þessa banka fóru í því með því að setja 100 milljónir fjölmiðla til að búa til einhverja narratífu til að bjarga sínu mannorð einhverju leiti eða koma inn hjá þjóðin einhverju sögu sem er bull saga og þú getur ekki reynt að segja neinum útlendingi þessa sögu því að Ísland lítur út, ég held að sé ekki ennþá komin almennileg bein erlend fjárfesting til Íslands að því að orðsporið er ennþá skað. Það eru tilbúinir að koma inn einhverjir svona kúrekar eins og norskir milljarðamæringar og lagseldi sem fá hér frían aðgang af fjörðum til að fylla á skít og afslátt á öllum reglugerðum og einhverjir svona fyrrum sjóðir fyrrum íslenskra útrásarvíkinga sem koma hér sem erlendir fjárfestar í svona dullargerfi. Aðrir bara með því að horfa á Ísland og nota Google Translate og fréttir frá Íslandi áfram þeir bara snerta það ekki með tungum Það má kannski aðeins við veitum ekki hvort það ætlaðum að leggja alveg hrunið á skurðarborðið kannski ég má aðeins bara tengja aftur inn í umræðinu sem við vorum í bara það upplifði kannski margir hrunið bara með ákveðnum fólk hafði svona sína upplifun af þessu öllu
Það sem ég fannst auðvitað eftirminnilegt það að þegar talaðum þetta hafi verið allt mjög heimskulegt og verið mjög mikið gagnrýnt fyrir. Það var allavega ekki mín upplifun og auðvitað ekki heima. Það var einmitt þannig að það var mikið verið að hampa þeim sem voru kannski hvað djarfastir í sókninni. Og þetta var í raun og veru alveg merkilega nálægt þessum viðburðum er svona, þið veitir hvernig þetta svona tíðarandinn og narratífan hverju sinni. Hún er mjög hliðholl fjármálakerfinu og mjög hliðholl þeim sem höfðu verið í útrás og mjög hliðholl þessum aðilum, hvernig svo nákvæmlega skilgreinu þá. Við höfum stjórnvöld sem meðal annars forsætisráðherra sagðist tala við Björgólf Thor í hvert skipti sem hann kemur til landsins. Ef þú ætlar að fara að það er einhver fjölmiðla fára eitthvað hluts, þá voru stjórnvöld sem þjónuðu þessum aðilum fullkomlega. Þessir aðilar sátu í nefndum Framsóknarflokksins hvernig þetta búa til íslenskt fjármálakerfi, breyta því í fjármálamiðstöð í heiminum. Þetta voru fyrst og fremst stjórnvöld sem kerði þetta áfram. Það voru stjórnvöld sem seldu bankan. Ég ætlaði kannski bara að fá að klára þessa pælingu. Það alveg, ég meina, stjórnvöld voru sannarlega einhvern veginn á þessari blaðsíðu líka. Þetta er ekki almenningur í einhverju stemmingu, Nei, ég held nú að almenningur hafi verið mjög hrifinn af þessu á þessum árum 2005, 6, 7. Það er vegna þess að stjórnvöld hristu sig gegn. Það var mikil, það gekk vel í þjóðfélaginu, það var mikil kaupmáttaraukning og það var mikil stemning. Bóla. Já, og og þess vegna ég kannski að segja að þegar hrunið kemur hér og nú aftur ég bara að lýsa hvernig ég sé þetta að þá var þetta fyrir mörgum líka dálítið högg. Það tekin ákveðin heimsmynd og ákveðin sín sem við höfðum og hann bara snúið við á bara nánast eins og tunnu á ekki löngum tíma og þaðan kannski kemur líka svolítið þessi stemning sem ég var að tala og kannast nú ekki að tala um kaldra brennur en það varð mikil reiði meðal þjóðarinnar og fólk kannski upplifði svolítið eins og það hefði verið það hefði verið blekkt það var svikið haft að fíbla einhvern veginn og þaðan kemur auðvitað svona þessi krafa að það verði mikið uppgjör hér og það var út af fyrir sig allt einhverju leyti eðlilegt en ég bara að segja við erum svolítið svona stundu þannig að við sveiflumst langt í eina áttina og svo langt í hinna og þetta er krafa og ég er ekki misskilja mig, ég er ekki að segja mörg af þessum málum áttu rétt á sér og það eru dómar í þeim og svo framvegis sumt var sérstakt og sumt er kannski sérstakt eftir á en það reynir auðvitað svolítið á að því við erum að tala um svona réttaríkið og reglur og hvernig málsmeðferð það reynir auðvitað einmitt á það þegar að það er svona ákveðið andrúmsloft í þjóðfélaginu og ég ætla bara að segja að það var mikil reiði og mér finnst ástæðan fyrir ég var að tengja bara við þessa stemningu, ég held að það hafi þýtt að það var mikið verið að rannsaka þessi mál hlera og beita svona ýmsum aðferðum og það er kannski eitthvað sem við þurfum að skoða líka. Það sem ég langaði kannski aðeins að koma inn og Ásgeir var að segja og við vorum að ræða aðdraganda hrunsins og hvað gerist hér. Það sem ég er að segja er að einhvers staðar voru þessi vinnubrögð líka iðkuð annar staðar. Það er að segja eins og hjá bönkum eins og Deutsche. Ég meina Björn Stöns fer á hliðina löngu áður. Lehman, ég meina þetta var náttúrulega bara, þetta var svakalegt hvernig bandaríska fjármálakerfið var byggt upp. Ég meina skortsölur byrja hér árið 2005. Ég man bara hvar ég var þegar norski olíusjóðurinn fer að skortselja á bankana og þetta verður eitthvað rosalega mikið mál. Þannig að það sem ég kannski líka segja og beð bara kannski að við þurfum að skoða þetta í þessu alþjóðlega samhengi að þetta bankakerfi, fjármálakerfi eftir að það var leyfður samruni viðskiptabankastarfsemi og fjármálabankastarfsemi þeir gíra sig allir alveg rosalega upp og eru að veita þjónustu sem íslensku bankanir nýttu sér svo sannarlega og tóku mjög langt eins og frægt er orðið án þess að hér væri gjaldeyrisforði eða sú uppbygging til þess að styðja við alla þessa skuldsetningu sem var út í hött. Það getur ekkert ríki verið með bankakerfi sem margfaldast sem það gerði frá 2004 til 2008
þarna var algjörlega verið að leika sér að eldinum og það munaði engu að ríkissjóður Íslands sogaðist niður með bönkunum og þetta var rosalega alvarlegt og ég vil bara alls ekki að það sé gefið hér til kynna að maður sé að verja það bankakerfi sem var hér. Ég meina, það var langur aðdragandi af þessu, sama hvað hver segir og það er alveg rétt og það er alveg rétt að yfirbragðið og hvernig stjórnvöld leiftu þessu upp á sínu tíma, það var ekki gott og ég vil bara ítreka það, Gunnar Smári, ég var ekki að segja að þú værir hefði verið að tekja þessu, ég bara segja að það var stemming, menn voru að fjárfesta, erlendis, kaupa, og ég gleymi það aldrei, þegar maður kom til Kaupmannahöfn og það var búið að kaupa maka sinn, ég veist að maður var bara og illum líka og þetta terrið ekki líka einmitt og ég ætlaði bara að taka undir sem Árni segir, auðvitað heiti ég fjárfesta líka sem voru að endur spila fyrir mig röksemdirnar sem að þeim fannst íslensku bankanir góðir og góður fjárfestingarkostur af því að þeir væru sneggri en gömlu svifa sinu bankanir í Bretlandi og þeir væru með internetbankastarfsemi sem hinir væri ekki búin að opna. Þannig að auðvitað voru svona fjárfesta til og Deutsche Bank eitt stærsti taparinn á íslenska hruninu sem enginn hefur nú farið í rannsóknir á en þeir sem báru kostnaðinn af hruninu á Íslandi voru ekki Íslendingar, það voru erlendir fjárfestar að mestu. Íslendingar gerðu það líka Ásgeir. Þetta var rosalega takk fyrir heimilin og fyrir en síðan voru aðrir sem eldri sérstaklega fjárfestar sem sögðu við mig og líka eftir að því ég fór í doktorsnámi og var að tala við bankamenn, 60 bankamenn á Norðurlöndunum sem að þá hitti ég menn sem voru að stæra sig af því að þeir hefðu dregið í bremsun og hætt að lána íslensku bankunum 2004, 2005, 2006 en Deutsche héldi áfram og aðrir bankar lengri í burtu en svona eldri reyndu fjárfestarnir úr fasteignabransanum sem ég var að vinna með þeir voru að spyrja mig hvaðan kemur öllur þessi peningur? Hvernig getur þið orðið svo stórir? Þeir voru hann að auglýsa í Financial Times heilsíðu og ég sagði alltaf bara, ég held að komið frá Luxemburg, ég vissi þá ekki að þeir voru bara að lána hver öðrum en þetta var andrúmslofti réttilega en Íslendingarnir fóru hraðar og hærra og gýruðu sér meira en aðrir og sveigðu reglunar meira og gleymdu að innleiða sumar Evrópureglugerðir eða þýddu það ranglega. Það er ástæðan. Það er líka orðað hann eins og Deutsche náttúrulega risastór stofnun og það er kannski 50% er alveg í örugum fjárfestingum til lengri tíma með lágum vöxtum og svo er þetta eitthvað svona lög, svo 3% sem liggja ofan á sem er svona áhættu fjárfestingar sem að meðal annars bökkuð upp mikið íslensku fyrirtækjum og var stórkostlegt tap fyrir Deutsche Bank, ég held að bara hann riðaði til falls meðal annars út af íslensku fjárfestingum. Íslensku bankarnir, þeir ákveðu að vera bara í þessu 3%, taka mjög dýr lán til sín og þannig að urðu að lána út á háum vöxtum sem er mest áhættan, þannig að þegar það er hóstað á alþjóðlega fjármálakerfið, þá bara þurrkast íslenska bankakerfið út, þess að þeir voru allir í þessu lagi og þetta var glóruleysi sem að var hérna, að menn töldu það í alvörunni að þessum voru að stæra sig af því að þeir græddu meir en aðrir með því að hanga bara á mestu áhættunni með dýrasta fjármagnið. Auðvitað hlaut þetta bara það var þetta alltaf líka við í heiminum, ég menna við munum nú það sem setti kannski á stað þessa heimskrísu þá voru nú undirmálslánin frægu í Bandaríkjunum það sem hafði einmitt verið lánað það sem eftir á að hyggja reyndist vera algjörlega glórulaus lán til fólk sem var aldrei að fara að standa sem var svo sem hér, það voru 100% lán til fólk sem réð við lánin ef þau voru í japansku jenum en svo ef við gengið fjalla þá voru bara fólk orðið eignalaust þannig að við vorum líka með undirmálslán hér. Svo verða ákveðin straumkvörf þegar matsfyrirtækin veita íslensku bönkunum hæðstu lánshæfiseinkunn og eigendur þeirra og þá rjúka út þessi skuldabréf sem voru kannski með að því að bankarnir voru með AAA og þannig gátu þeir náð sér í alveg gríðarlega mikla peninga frá 2006 til 2008 út af því og ein af ástafanum sem var þetta ofboðslega sorglegt að Ríkissjóður Íslands, hann skuldaði mjög lítið og var með mjög góða lánshæfiseinkunn og bankarnir einhvern veginn sem maður skildi aldrei einhvern veginn fengu að njóta þess og þar verður
til alveg ofboðsleg gírun og mikil skuldsetning. Þið sjáuð, ég menna við erum komin hér í þáttinn og við getum talað þetta, sko, eins og ég segi, og þetta er held ég, við sem vorum þarna í aðdragandanum og í þessu, að þetta hafði þetta bara alveg ofboðslega mikil áhrif og ég get alveg sagt ykkur það að þetta hefur haft áhrif á mig að mér finnst svo ég tengi það nú er að mér finnst að það þarf þetta bara verulega að alltaf að huga að sjálfstæði þjóðarinnar. Ég meina þegar á reyndi, ég meina við fengum ekki lán hjá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum vegna þess að þeim var bara bæði hollendingar og Bretar bara komið hreinlega í veg fyrir það. Ég meina við fengum ekki afgreiðslu. Tengdu það ICEF-málinu? Já, tengdu ICEF-málinu sem er nú enn eitt undrið í þessu öllu saman og ég held að þetta hafi verið mjög dýrmætt bara leksía fyrir hagstjórn á landinu hvað það er mikilvægt að ríkissjóður sé ekki mikið skuldsettur og að ríkissjóður líka og að það sé megi ekki vera með þessa óbúslega miklu meðvirkni eins og var á þessum tíma. Það er bara þannig. En það er rétt sem Ásgeir Brynjar að segja að við höfum ekki náð okkur svona í trausti á alþjóðlegum vettvangi að svo erlenda fjárfesting sem við erum að tegja okkur eftir sem ég aldrei skil alveg með akkur við erum að tegja okkur eftir því að þegar við eigum alveg hellingapeningum í lífeyrissjóðunum að láta eins og við séum einhver þróunarland sem þurfa að lokka hingað inn erlenda fjárfestingu að þeir sem að koma er þessi fjölskylda sem á Bakka og Húsavík og við munum nú þegar þessi sílikonumræða var, það var stór undarlegt fólk sem ætlaði að reisa hérna út á Reykjanesi, þetta Suðurnesjum og líka í Hvalfirðinum. Er það þannig að erlendir fjárfestar, ef við erum að reyna að lokka á þenga, að þeir bara hafi ekki áhuga á Íslandi? Það var Íslandingur sem esti verksmiðjuna í Helguvík. Já, hann ætlaði að sækja peninga eitthvað til þetta. Ég veist þetta alveg áhugaverður punktur sem segir, sko, er það eitthvað stórkostlegt vandamál? Þurfum við miklu meira erlenda fjárfestingu? Ég er alveg stuðningsmaður erlendra fjárfestinga, mér finnst hún ekkert svona, mér finnst það ekkert vera það sem allt eigi að snúast en auðvitað hefur verið mikið erlenda fjárfestingu hérna, af og til heyrir maður nú alltaf fréttir af því sem betur fer og allt það og ég held nú að sagan frá hruni sé þannig að hún hafi nálega vakið ákveðið traust en hitt í þessu sko ég held að stóra máli reyndar í því akkur er flókið að fjárfesta á Íslandi og erlendur aðili er miklu kannski meira það að Ísland er nú með sin eigin gjaldmiðil Ísland er lítið markaðsvæði það útheimtir oft mikla fyrir þessi stóru fyrirtæki að stóra banka koma inn það myndi útheimt alveg gríðarlega skoðun og vinnu og svo framvegis og við held ég oft bara verið hreinlega þannig að það svari ekki alveg kostnaði sko það sé nú stærra atriði heldur en eitthvað meint svona vantraust síðan úr hruninu sko. Við erum líka með sko það eru þetta þær atvinnugreinar sem eru mjög arðbærar sem eru útflutningsatvinnugreinar okkar og það eru sem er bara mjög skiljanlegt að til að mynda fjárfesta í sjávarútvegi, það eru hömlur á því, það eru ákveðnar hömlur á því hvað þú getur keypt mikið land sem ég er líka hlynnt. Þannig að fjárfestar auðvitað koma og þeir vilja fjárfesta í einhverju sem þeir telja að sé að sjálfsögðu hagnaðar von og þeir hafa verið að koma inn í gagnaverin, þeir hafa verið að koma inn í ferðaþjónustu, við sjáum að hér eru erlendar hótelkeðjur, þannig að það hafa alveg verið fjárfestingar. Ég held að til að mynda varandi gjaldmiðilinn, ég hef verið og er á þeirri skoðun að krónan henti okkar hagkerfi upp á hagstjórn og annað slíkt og ef við horfum á hvernig staðan hefur verið og hvernig hún hefur þróast eftir hrun, að þá eru við með lífskjör sem eru einn þau bestu en það er hins vegar þannig að hér er samt sem áður húsnæðisvandi og annað slíkt sko en ég held að við höfum spilað ég held að hagstjórnin frá hruni að hún hafi bara verið býsna farsæl. Ég held við höfum verið bara rosalega heppin líka sko. Það komið náttúrulega túristar og við þurfum ekkert mikið að beitni erlendri fjárfestingu þegar það flæðir gjaldeyri með túristunum sko. Sem er geymdur í gjaldeyrisforða líka því að það eru settar upp reglur á hérna en sko ég ætla samt aðeins að segja heppni, þetta er bara hörku duglegt fólk sem er í ferðaþjónustunni og búin að byggja upp allt land ferðaþjónustu sem er mjög eftirsóknarverð og ég verð að segja það sko að en ég bara segja það er ekki út af hagstjórnin endilega, það var bara þá komið eldgos sem auglýstu okkur sko margfalt á við þennan miljard sem ríkissjóður þó að eiga í auglýsingar. Þú varst að nefna það að sjálfsögðu að það sem breytist er að
við vorum með, það, ég meina, einn stæðsti vandinn var að við vorum með mjög lítinn gjaldeyrisforða. Það gjörbreytt, ég meina, gjaldeyrisforðan okkar hefur verið á bilinu 25-30%, það alveg rétt að við erum hagkerfi sem býr til meiri gjaldeyri þegar við tökum saman greiðslujöfnuð þjóðarbúsins og það er hagstjórn, ekki satt? Já, það eru útlendingarnir, ferðamenninni sem koma með gjaldeyrin hingað og eyðunni hér og duglega fólki sem setur ferðarþjónustu fyrir fyrirtækja. En þetta eru flugfélögin sem ákveða fljúingað og ég bara benda á þetta núna. Ég er ekkert eitthvað að dissa ykkar ríkisstjórnartíma en auðvitað var fullt af góðum embættismennum sem gerði góða hluti. Ég meina neyðarlögin, fólki í Seðlabankanum sem var að vinna eftir hrun og vinda. Ég bara þakka þér fyrir að viðurkenna það, nei. En ég bara segja að það var heppni sem lét þetta fara svona vel hér eftir hrun. Ég er ósammála. Að því að heppni líka kannski. Ég ætla að klára punktinn af hverju ég er að binda á þetta núna. Það er svo leiðilegt að alltaf vera að tala þegar fólk tala niður magnið okkar. Klúður en svo er það heppni að gera. Svo ég sé bara alveg hreinskilið að það eru margir fræðimenn sem gerðu það. Þeir fóru út allan heim og sögðu að hér væri allt ónýtt. Það var ekki allt ónýtt. Við höfum aldrei getað unnið okkur upp úr þessu ef hér væri samfélag sem væri spilt. Og þar ber að þakka Alþjóðagjaldeyrissjóðnum sem samþykkti að hér væri sett á gjaldeyrishöft og Seðlabankinn sem stóð á þeim gjaldeyrishöftum. Ég var í Seðlabankanum, við settum við tempruðum gjaldeyrisútflæði, það var Seðlabanki Íslands sem gerði það þessum tíma. Við settum sjálf gjaldeyrisöftin á, það sem var nýtt í þessu var að Paul Thomsen sem var yfir Evrópudeildinni, hann samþykkti og sá að það var snjallt að setja þessi gjaldeyrishöft á og sem var alveg nýtt og prógrami sem var hér, þar sem fólki sem vinnur hjá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum segir, þetta var gott prógram vegna þess að það var svo mikið eignarhald hjá stjórnvöldum og það voru nokkra ríkisstjórnir sem komu að þessu og stóðu sig og Steingrímur J. barðist gegn því að Þjóðleikhúsið yrði selt eins og gömlu manúalar Alþjóðagjaldeyrissjóðsins það kom aldrei til greina að selja Þjóðleikhúsið. Hvaða vitleysa er þetta? Þegar Steingrímur hélt mikla þrumuræðu í janúar 2009 og ætlaði nú ekki að sjá Alþjóðagjaldeyrissjóðinn og það þurfti að smikla samningnum við Gjaldeyrissjóðinn Landafríðar sem vildi ekki sjá að hann færi til fórsins. Ég starfaði hjá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum frá 2010 til 2013 þannig ég þekki þetta prógram. En ef ég má klára punktinn af hverju ég er að taka þetta upp núna, ekki til að halda okkur í sögunni heldur heppnin af því að eldgosi kom og túristanir komu og hér voru sett á gjaldeyrishöft og hér voru stýrt þannig að hérna við löguðumst mjög fljótt eftir þetta rosalega hrun og það er náttúrulega stærstum hluta erlendu fjárfestarnir sem tóku á sig höggið, tapið af þessari bólu. En lykilatriði af hverju þetta er relevant núna er það að við erum háð þessum ferðamönnum núna og það er bara hve mörg flugfélög ákveða fljúingað sem ræður því hver mikið að ferðamönnum koma og hins vegar, og það er fjöldin sem það eru tonnin af þorski áður fyrr, við vorum alltaf að flytja út meira og meira tonn af þorski en hann var frosinn í blokk og fór í fangamatt og skólamötuneyti en núna seljum við hann dýrar en ferðamenni sem kom hingað núna eru ekki mjög arðbærir, það eru búin að vera 2 greinar í vísbendingum þetta fyrir hagfræðingur ferðamálastofu sem sýnir fram á það. Þó að komi fleiri ferðamenn þá er ekki að skila meiru eftir. Núna eins og heimurinn er núna þá gæti dregið mjög úr ferðamanna bara straumi í heiminum almennt eða að Ísland líka sérstaklega gæti fengið meiri niðurskurð í flæði ferðamanna en aðrir ef maður líkir aftur við þorskengd og hvað ætlum við þá að gera? Það er þessna sem þetta að það reddist eða bara græða sem mest á þessu sem er að koma og maksa hér út og að því að ferðamenn eru líka mjög snöggir að setja á samfélagsmiðla þegar þeir eru í Gullfossi biðröð og 17 rútur eða 70 rútur og 17 rútur að labba niður á fossinum og tilbaka. Þú veist, ef við vöndum, þannig er ég aftur að benda á fagmennskunni eins og áðan, ef við vöndum okkur ekki við þetta sem við erum að gera
þú veist, eins og okkur tókst að gera með þorskinn, að veiða hann ekki allan upp og setja, þú veist, að þá... Það hefur nú ekki gengið upp, sko, það átti að rækta þorskstofninn upp í 500.000 veiðanleg tonn, en við erum í 200.000. Og var 300.000. Og ef ég má hérna setja þetta enn meiri nútíma, það var frumsýning á David Attenborough myndin á föstudaginn Ocean, þar sem er verið að sýna myndir af trollum á botninum, eyðileggja og frá því fyrir utan strendur Afríku líka, þar sem koma togarar og togu upp þar sem fólki er farið að svelta sem fór út með net í árabótum. Sko, aftur annað dæmi, bara trollveiðar gætu á sko, hérna, global skala, það á að vera fundur í júní, það sem á að fara að reyna að banna það og þá er spurning hvort Íslendingar ætti að fá undanþágu eins og í Kyoto og sérreglur fyrir Ísland eða aftur þannig að segja, ferðamannaþjónusta getur dregið saman, trollveiðar verið bannaðar í heiminum, þá að reyna að vernda 30% af hafinu, samkvæmt þessu samkomulagi sem kemur fram í myndinni, vitið hvað við erum búin að vernda mikið hafinu? 0,07% af hafsvæðin okkar og það var að setja markmið 30%. En ég má segja hana, sko, ég hef verið á togara og það og sko afi minn var líka togara og við vorum báðir að toga á halamiðum með sko áratuga millibili og alltaf við fiskir í. Sko, það er jökulsornir klettar, ég veit. Troll er ekki búið að eyðileggja fiskislóðina meira þetta. Þetta sko, svona eru mið eftir mið hringinn í kringum landið. Það er bara... En ég bara segja að almenningur í heiminum getur ákveðið að við ekki kaupa troll sem veitan fisk. Við getum ekki aldrei svona að hafa áhrif hér. Nei, ég tel að við höfum átt að fá hérna undanþágu varðandi, sko við erum hérna með eina grænustu, við nýtum græna orku hér mjög vel. Ég til dæmis að þessir, og var ósammála sumum sem voru með mér í ríkisstjórn á þeim tíma, ég til að við erum búin að þróast alveg gríðarlega varðandi endurnýjanlega orku og ég hef ekki skilið að við séum að greiða hérna einhverja háar fjárhæðir þegar við vorum komin á undan öðrum ríkjum í þessu. Og ég held að sé alveg, sko, ég meina það sem hefur skipt mestu máli hér á Íslandi einmitt að við förum að nýta auðlindirnar, að veiða fiskinn og það var fyrsta útflutningsstóðin okkar, svo förum við að virkja og förum í þessa endurnýjanlegu orku og nú erum við með hérna ferðamanniðnaðinn og svo erum við komið í fjórðu stóðina sem er hugvitið og annað slíkt og að því Ásgeir var að tala að væri ekki fjárfest, það er búið að fjárfesta það sem við frekar og þar er ég svona til ég að við þurfum að passa upp á auðlindirnar og það nýtist í þágu þess að við séum með stöðugan gjaldmiðil og við séum með góðan gjaldeyrisforða og við séum að passa upp á þau lífskjör sem er búið að gera hér á Íslandi og að við séum að auka jafnrétti og jöfnuð og við séum að fjárfesta í menntakerfinu. Hérna, sko, ég er með eina spurningu til þín Lilja, það er hérna eftir þetta afhróði kosningunum. Já. Er hérna Sigurður Ingi á hann ekki axla ábyrgð að fara? Flokksmenn, við munum vera með hérna flokksþing og þetta er auðvitað þannig. Marga flokksmenn, þetta hlýtur að vera erfið staða. Þetta er auðvitað þannig staða að menn fara aftur í kjarnan, fara í samvinnuhugsjónina. Framsóknarmenn eru mjög seinþreyttir. Þetta er ákveðin hugmyndafræði sem er bara samvinna og hún getur auðvitað þegar auðvitað þarf að fara yfir hlutina og byggja upp flokkinn. Við erum bara staðráðin í því, ég og formaðurinn og þessi þingflokkur og allt sveitarstjórnarfólkið okkar að byggja upp flokkinn og gera það á eins vel og... Hver að byggingarstjóri? Já, það bara kemur í ljós. Já, en ætlar þú vilt þú halda áfram sem varaformaður? Ég er enn varaformaður og ég er mikið í flokkstarfinu ásamt því að sinna verkefnum og öðru slíku og mér þykir bara vænt hennar flokk og þetta er elsti stjórnmálaflokkur landsins, hann hefur fylgt þjóðinni vel alla 20. öldina og til að hann hafi gert mikið gagn fyrir Ísland og En hann er aldrei verið veikari núna? Nei, það er rétt og þá er einmitt svo gott að spyrna sig frá því og við megum heldur ekki gleyma því að bæði Framsóknarflokkurinn og Sjálfstæðisflokkurinn við vorum búin að vera við völd í 12 ár
og það held ég að við getum svona verið mörg sammála það að það var komið þreyta gagnvart ríkisstjórninni. Þetta var ríkisstjórn sem hafði ununa því að tala sig niður og sem kann aldrei góðri lukku að stýra og það boðað til kosninga sem sagt og það var ekki sátt á meðal þessara stjórnarflokka þegar var boðað til kosninga. Og þetta fór svona og það bara eitthvað sem ég þarf allir að líta á með gagnrýnum hætti. Af hverju fór þetta svona? Ég á því að við þurfum við höfum alltaf verið flokkur sem var að berjast fyrir hagsmunum heimilana. Við missum það svolítið frá okkur til flokks fólksins. Það voru mistök. Og menn verða líka alltaf að, menn mega ekki, þó sést í ríkisstjórn, þú verður alltaf að halda í þín grunngildi. En Halldór Ásgrímsson sagði að sér eftir slæma kosning í sveitarstjórnarkosningum. Hann var forsætisráðherra. Þannig að það var stórt skref. Var það kannski, tók hann svo kannski og vilja þá, Halldór? Það var náttúrulega í svona seinni hluta síns ferils. Ég veit það. Og var að mörgu leyti einhver leyti búinn með sitt erindi, held ég. Já, en hann átt eftir 1 eða 2 ár. Ég held að Sigur Ingi upplifði það ekki þannig. Ég held að hann sé bara upplifði það sér rétt að byrja. Ég verð nú fyrst við að rifja upp söguna líka og eftir að slá á léttari strengi þetta. Ég verð að fá að segja ykkur, Halldór Ásgrímsson ég var blaðamaður á Morgunblaðinu þegar þetta gerðist. Já, þegar hann sagði sér. Hann gerði það upp á Þingvöllum og það er greinilega margir mættir blaðamenn og byggði fyrir utan í ráðherrabústaðnum. Og greinlega gekk mikið á, svo kom svona eins og tíðkaðist á svona allur þingflokkurinn saman svona á bakviðan sem var svolítið fyndið því að það var nú ekki greinlega mjög mikil samstæða þarna og hann tilkynir þetta og þetta var nú í þá daga þegar einmitt NFS var hér og var með það markmið að senda allt út í beinni útsendingu held ég. Já, eins og fólk gerir í dag. Já, var á undan sinni samtíð og mörguleiti merkilegt fyrirbæri en þá var einhvern veginn eitthvað erfitt netsambandi þarna. Og þá var úr að þetta var tekið bara upp og þurfti að drífa þetta í bæinn og þá var leið þyrla sem kom að láta svo mikið við að vera á undan. Það kom þyrla og lendi þarna í þjóðargrafreitnum til að drífa upptökuna með þyrlu tilbaka í bæinn. Ég man alltaf eftir þetta svona eftirminnilegt. En þar talaði hann líka Guðna eitthvað. Laði hann ekki til að Guðni hætti líka þá í þessari ræðu. Er þetta ekki þegar Valgerður tekur við þarna? Jú, Valgerður. Síðan eru margir formenn á upptildur á skömmum tíma, enda með Sigmundur Davíð og Sótur. Já, hann var flokkurinn fór í Sigurðsson sem að byrjiðis maður. Já, hann tók við, Guðni tók líka við. Já, Guðni er formaður 2008. Þetta er hún svona sagfræði? Ég var mitt í Guðna í gær, ég er alltaf í miklu sambandi við Guðna. Ég fer oft í svona sögugöngur með honum á Þingvöllum að þegar við höfum bæði mjög gaman af bæði Íslendingasögunum og sögu landsins og svona. Þannig að það er auðvitað þannig, bara eins og í lífinu, að það skiptast á skyn og skúrir og við erum bara í því núna og þurfum bara að byggja okkur upp, sanna okkur aftur gagnvart kjósendum og það verður bara tíminn mun leiða það í ljós hvernig það uppbyggingarstarf gengur. Ég var á sveitarstjórnarráðstefnu Framsóknarflokksins í gær og ég meina við erum með mjög flotta bæjarstjóra og sveitarstjórnarfulltrúa út allt land og fengum auðvitað mjög góðan sigur í síðustu sveitarstjórnarkosningum. En svona er þetta, það bara að fara á skófluna. Maður segir í þættinu fyrir viku, þá satt í þessu stól fyrrverandi þingmaður Framsóknarflokksins og ég fer að fara með þetta að Sigur Ingi, Gunnar Smári hvatti mig til að tala Framsókn. Ég benti á að þú ræðir eftir í hverju meinast það þetta, sko. Þið er svo framsóknarmenn hérna í dag. Þá var konan sem ég komst að eftir á, tengdadóttir Sigurðar Inga. Já, hún ég sá þetta en það er meitt. Hún tók þér ekkit vel þegar þú varst að hún tók þér mikil að varna. Já. Herðu, en það voru 2 mál afgreidd í þinginu. Það var annars vegar á að selja Íslandsbanka. Já. Allir sáttu við það? Já, í almennu útboði.
Þar var meðal annars í einu þessum útboði, það var að þau vorum að tala um erlenda fjárfestingu, þá var eitthvað að vera að teygja sig eitthvað voðalega mikið til þess að fá einhverja erlenda sjóði til þess að kaupa. Þau keyptu því og seldu þetta svo bara daginn eftir með stór gróða. Vildi að vera 1 milljarð í það að fá alþjóðlega ráðgjafa til að lokka alþjóðlega fjárfesta. Útboð 2 í raun og veru. Það engir erlendir aðilar sem eiga þarna hluti núna í dag. Lærdómurinn af því að það var verið að teygja sig til að tryggja hluti sem kannski reyndust ekki varanlegir. En síðan er það veiðigjöldin. Íslandsbanki. Ég er búinn að helga frama minn í fjölmiðlum síðustu 3-4 ár að vera eina röddin á Íslandi sem gagnrýnir Sölu á Íslandsbanki. Já, og það komið svo langt að RÚV er hætt að kalla í mig, sko, því að það kemur alltaf einhver reiðipistill úr Viðskiptablaðinu ef það er frá mig. Þannig að ég ætla ekki að halda áfram að vera að mótmæla, en ég gagnrýni samt í þessu að því ég fór nú inn á eina þingnefnd þar sem þetta er ennþá kallað markaðsett útboð og ég bara bað þau að skilgreina orðina því þetta er löggjafarsamkundan. Að því að sko fully marketed offering er svona, að því ég hef búin að starfa á fjármálamarkaði erlendis og það er bara skilgrind það sem er farið í roadshow og hitta fagfjárfesta en markaðsett útboð hjá bankasýslunni varð að einhverju sem að þetta er hálfpartinn en síðan núna er þetta endurtekning á síðasta með 3 bókum í staðan fyrir 2 en ég veit ekki hvað minn viti hvort þér sé að gera sko annað en ég svo heyrði maður í RÚV-fréttunum áðan að þá kemur hagfræðingur sem er að tala um að sé svo mikilvægt að auka fjárfestingu almennings í hlutabréfum og þannig sé þetta það kann aldrei góðri lukka stýra það er rétt að vera makkarinn heim og það voru hinnir að selja einmitt sem að vilja láta en svo var gert fyrir bankarhrunið bara ég fannst sko útboð þetta var eiginlega verður útboð 3 ef maður má tala um það þannig á Íslandsbanka ég meina fyrsta útboðið heppnaðist mjög vel þetta lögum mikla vinnu í það já það var bara almenningur og það var hægt að bjóða í þetta og það var bara fór eins og það fór en hérna og þetta heppnaðist útboð 2 að mörgu leyti vel sko upp á verðið sem fékkst og þessi aðferðið metin búin saman við þegar þetta er gert annar staðar upp á þú veist það lág fyrir þú ætlar að selja stóran pakka á stuttum tíma þá þetta gera það með einhverjum afslætti og hann reyndist minni hér en við annars staðar. Og það hefði litið vel út ef það hefði ekki þurft að birta listan yfir þessum buðum. Og kom í ljós hvað. Ég ætla ekki að fara, þetta var það pólitískt. Þetta gróf undan bara trausti á ríkisstjórninni. Þetta er bara alvarlegasti ef þú horfir á það út frá ríkisstjórninni ef það væri hagur af því að hún héldi áfram þá þetta er bara alvarlegasta höggið sem hún fékk. Þetta mál var pólitískt mjög erfitt, ég er alveg klár á því en ég er svona að segja sko ef maður horfir á það sko út frá því hver þessi afsláttur var hvert verðið fór síðan næstu misserinn og svo framvegis þá er margt gott við þetta útboð en ég er alveg sammála sko ef maður fer síðan aftur að hugsa sko hvað var verið að tryggja með þessum það væru bara einhverjir fagfjárfestar og svo voru einhverjir kappar í Íslandsbanka fættir að ringi vinni sína og eitthvað svona þetta var bara ekki gott sko það var verið að tryggja alveg svolítið góða punktur eins og Gunnar nefnir að vera að tryggja að hugmyndin var að það kæmi menn sem getur að vera með stærri hlut og verið lengur mögulega einhverju erlendir aðilar en það reyndist ekki staðan Það er bara þannig, sérstaklega í ljósi sögunar að þegar það er verið að selja ríkiseignir þá bara ber að gera það í opnu og gagnsæju ferli og það sem var gallinn í sölu, í annarri sölunni var að þetta var ekki nógu gagnsætt. Hvernig útboði var sett upp. Ég meina við vitum, og sko, Ísland er líka, við erum fámenn þjóð og allir sem hafa starfað á fjármálamarkaði vita þetta bara hvernig þessar bækur virka og þess vegna er svo að því að við erum bara býsna vel í sveit sett varðandi sko bara vera að lækka skuldir og við aðalatrið hefði átt að vera að það væri bara traust sem myndi ríkja söluna. Að mínu mati var það alltaf mikilvægara en endilega verðið að því að þú getur ekki þegar trausti fer þá er það bara farið. Þú getur ekki sko og það er svo erfitt. Bjarni tók þínu svolítið létt sko hann fór bara yfir í utanríkisráðuneytið. En punkturinn með þannig, svo ég aftur brúa á milli okkar, sko, ég meina þarna
sást mjög skýrt, það sem ég var að tala með að þeir erlendu fjárfestar sem koma til Íslands, þeir koma annarkvort með töngum eða ef þeir snerta það þá og það þá bara til að, eins og þetta var kallað af hendi söluaðilana, taka snúning á ríkissjóði, sem sagt ná þessari hækkun hana, eða þá að sko bara koma hratt inn, græða smá og fara beint út aftur. Þeir eru ekki að koma til að fjárfesta til langfram og þar ég sammála sem þú sagði með skýringuna áðan, af því að hér króna gjaldmiðill sá minnst í heimi eða næst minnsti. Hér verðtrygging sem engin útlendingur skilur hérna nema kannski einhver ísraelskir fjárfestar, það heitt land í heiminu sem nota verðtryggingu. Þannig að sko og þetta var bara hérna milljarður í ráðgjafavinnu fyrir erlenda aðila til þess að reyna að láta þetta líta út sem stærra og alþjóðlegra útboð og fá okkur sem bara, þú veist, ég veit ekki, það tilgangurinn að fá okkur að færa til útlanda og fínt út að borða eða vera að tala við okkur að fína ráðgjafa? Þetta er bara djók. Engin ætla sér eitthvað illt með þessu, sko. Nei. Þetta voru alveg markmið sem rosa gaman að fá svona hérna útlendinga. Gleymdu sér í einhverju partí. Já, ég held bara, þú veist, viktin í þessu markmiði var kannski, sko, hún var ekki alveg raunsæ. Af því að ég svo sem ekki trakkar alveg hvað menn voru lengi, ekki sem allir selt sér daginn eftir, ég ekki að segja það, en svona staðan svo að það örfámánuðum. Já, þetta fór frekar hratt. Og þá kem ég með aðalgagnrýni minn núna til að ágreiða þetta mál og hérna, ég nenni ekki að vera gagnrýnandi Íslandsbankasölu til gagnrýnandi bara Ísland. Þú ert að færast upp á því, þú ert komin á samstöðuna núna, þú ættir að vera komin kallar á rúm. Ég er búin að vera á samstöðuna frá upphafi, ég sá sem hefur komið hingað oftast. Það kannski að þessna sem nú vill ekki fá mig, en ég kem nú bara einu sinni í mánuði núna, ekki einu sinni í viku, en punkturinn minn, gagnrýni punkturinn minn á Íslandsbanka þarna mjög mikilvægur, sem enginn hefur talað um í öðrum miðlum. Það búið að vera í gangi rannsókn hjá Fjármálaeftirliti Seðlabankans á söluaðilunum og það bara búin rannsókn á Íslandsbanka og hann fékk rúman milljarð í sekt, hinir 3 aðilarnir, að það ennþá verið að rannsaka þá, sem segir nú eitthvað ástandið inn í Fjármálaeftirlits hluta Seðlabankans eða varðandi málið, af því að þetta nú, þú segir íslenskur hérna fjármálamarkaður lítill, ég veit ekki, en sko hvernig það hægt, bæði að vera svona lengi að rannsaka þetta, en líka að byrja á sölu 3 þegar það ekki búið að afgreiða rannsóknina á því sem fór úrskeiðis í sölu 2. Ja, þetta byggt inn í sko fjármálaáætlun og bara fjárlögin og þau verða að fá hana pening. Og það kannski þessi flokkar sem að fara að selja banka núna, það flokkur fólksins sem vildi aldrei selja, segir að bara ekki að selja hluti í blokkunum. Síðan var það bæði, held ég, Viðreisn og Samfylkingi með svona svipuðum málflutningi að jú, þetta eðlilegt að ríki selja þetta eitthvað tíman en það ekki réttu aðstæðunar. Ég held að enginn geti mælt með því núna að sé kjör aðstæða til þess að taka sens að selja banka í heiminum, ég held ekki. Ef þau voru fyrir 2 árum, þá er það sannlega eftir við í dag. Þetta er ekki kannski endilega. Þetta er ekki frábær staða til að eiga banka, heldur. Það helst líka saman. Hann skilar fínum arði, þessari tölum fyrsta ársfjörðingi. Það er eins og kannski fyrir hluti þáttarins sýndi að upplifuna það að bankaeign getur verið fljóta hver úr hendinni, sko, ef að illa árar og það þarf ekki langan tíma til. Það hefur reynst Íslendingur betur að ríkið í banka heldur einkaaðilar. Það er ekki reynst til dæmis Íslendingum mjög vel að hafa reikið íbúðalánasjóð eins og samanber tekkin sem það tengist nú þessu sem vorum að tala áðan, þar sem stjórnvöld, þar sem ríkisstjórn Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokksins opnaði fyrir innrás Kaupþingsbanka og síðan hinna bankana inn á íbúðalánasjóð og skildi íbúðalánasjóðinu eftir með skuldir sem hann gat ekki greitt upp á meðan það var hvatning fyrir allan almenning að greiða upp skuldirnar og það er hagstjórnarmistök sem að tekist Framsóknarflokknum og Sjálfstæðisflokknum frá 2004-2005. Það voru mistök í því sko að hvernig sjóðurinn var uppsettur, hvað var þar uppgreiðslu skilmála. Mistök, það var deliberately gert til að koma nýja einkavæddubönkunum inn á húsnæðismarkað. Þið bjuggum þetta til, það var húsnæðisstofnun, þið vilduð það ekki. Það hefði enginn flutt sig. Ég bjóði ekki til sko. Það hefði enginn flutt sig. Þetta er mjög einfalt, þetta er annar dæmi. Við erum bara að tala sko aðkomu ríkisins að svona lánamálum. Hvernig svo ætlum að kenna það? Það held ég að saga Íbúðalánasjóðs sé dæmi að það sé alveg stundu góð hugmynd að ríkið sé ekki í þessu. En hún er ekki rök fyrir að selja Íslandsbanka núna. Af því að maður verður að vita að rétt áður en að þetta fíaskó byrjar í Íbúðalánasjóði sem við erum að borga fyrir núna, að það var vegna þess
að ég veit ekki hvort ég á að segja framsóknarmenn í stjórn sjóðsins þurftu til þess að örugglega ráðleggingu fjármálaráðgjafa að létta á þessu að fólk gæti greitt upp lánin en þeir voru búin að fjármagna sjóðinn án þess að þeir gætu greitt upp þá fjármögnun og þessi halli kemur bara þar og það varð að koma því inn að leyfa fólki að losna úr lánum Íbúðalánasjóðs til þess að einkavæddu ríkisbankarnir þá gætu vaxið inn á húsnæðismarkað. Og það var varað við þessu, aftur. Bæði inn á þingi þetta er kostnaður af einkavæðingunni Lánasýslan varað við þessu. Þetta var þarna breyttu menn ekki rétt, það er bara þannig og þetta bjó til þetta svokallaða mismatch að menn gátu ekki, það verða mjög umfangsmiklar uppgreiðslur og menn náðu ekki að gera þetta með, náðu ekki að fjármagna eða koma þessum uppgreiðslum í var, þarna bara, þetta var ekki gott mál. Og talandi arfleiðina síðan núna 9, þegar Bjarni ákveður sem fjármálaráðherra að fara í eitthvað að skapa óvissu á fjármálamarkaði með það hvort að ábyrgð ríkisins gildi á ÍL-sjóð gerir það að mínu áliti og samkvæmt þeim alþjóðlegu fjárfestum sem ég þekki og hef starfað á og ræði við bara ekki, þú veist, ef þú ætlaðir ekki að fara inn í íslenska fjárfestingu á hlutabréfamarkaði eða í nýsköpun, bara ekki heldur fara inn í íslenska fjárfestingu í ríkisskuldabréfum, því það geti bara komið fjármálaráðherra sem segir, já það er ekki víst að við munum borga þetta skuldabréf sem er til 2044 eða 2034, við ætlum bara að láta það fara í þrotameðferð. Þetta hefur kostað ríkissjóð á þetta. Heitir líka eitthvað að það gæta hagsmuna ríkisins líka, sko. Já, ég veit það. Það á fjármálaefnahagsráðherra að gera. Og ég meina það var bara fyrst og fremst verið það búið að finna orðið lausn á málinu, virðist vera. Já, þetta er mjög kostnaðarsamma. En ég meina það var nú líka stundum að horfi hvað stendur í lagatextanum. Já, ég meina fulla ábyrgð og einfalda ábyrgð. Trump er að gera þetta núna, hann er að segja við fjárfesta, við kannski breytum skammtímaskuldunum yfir í 100 ára bréf og þið sjáum það er náttúrulega bara capital flight frá Bandaríkjunum út af því. Ég er bara spennt á því, þetta er mjög alvarlegt mál, menn geta fundið út samkomulag án þess að fara í hótunum, það var búið skilgreina að því að var í fjármálaráði, það var skilgreint af Evrópsku hagstofunni hvaða fyrirtæki til A-hluta ríkissjóðs. Þá fór þingið og fjármálaráðið í að búa til A1, A2, A3 til að hafa Íbúðalánasjóð í A2. Ekki spurningin fulla ríkisábyrgð og einfalda ríkisábyrgð út frá A og B reikningum og það er ekkit óeðlilegt, þetta er auðvitað ekkit heppilegt, þetta var ekki gott mál. Ég meina, við verðum auðvitað alltaf að greina satt og rétt frá. Þetta var erfitt mál og þetta er alveg rétt að það sem gerist auðvitað er og þetta tengdist einkavæðingunni líka á sínum tíma, en það er auðvitað alltaf frumskylda fjármálaefnahagsráðherra að reyna að verja hagsmuni ríkissjóðs og hagsmuni ríkissjóðs sem eru þá hagsmunir þeirra sem greiða hér. Þarna voru þetta bara mjög erfiðar, bara eins og þú manst erfiðar samningaviðræður milli lífeyrissjóðanna og fjármála og efnahagsráðuneytisins. Ég er alltaf svolítið svoleiðis, ég vil alltaf bara passa upp á þessa hagsmuni ríkissjóðs af því að þá erum við að verja fólki í landinu og það var auðvitað það sem fjármála efnahagsráðherra þarna skildi ég alveg hvað Bjarni var að gera. Ég er ekki alltaf sammála honum, bara eins og margir vita, en ég skildi alveg að hann var auðvitað að reyna að gera það þannig að tapið af þessu yrði sem minnst. Og við aðra hagsmuni almenning sem er almenningur á þjóðin á fiskveiðiauðlindina og nú hefur ríkisstjórnin plan það að ná hærri leigu fyrir hana sem er vinsæl aðgerð í samfélaginu, búið að vera áratugum saman að almenningur vill fá stærri sneið fyrir eign sína. Haldið að ríkisstjórnin náði þessu í gegn? Já, hún mun gera það. Hún er með góðan meirihluta og ég held að ég verð að segja það að mér finnst hvernig sjávarútvegurinn hefur farið í máli, það hefur verið frekar til þess fallið að vinna í gegn þeim sem vinna gegn þeirra hagsmunum, þannig að
Sko það sem ég held að skipti mestu máli í þessu að mér finnst aðferðafræðin hvernig ríkisstjórnin fer í þetta. Ég hefði gefið þessu meiri tíma. Við höfum sagt það í Framsókn að það sé hægt að greiða meira, en það hins vegar mikilvægt að mínu mati að vinna og komum við að samvinnuhugsun að vinna með atvinnugreininni. Ég meina, þegar ég var ferðamálaráðherra þá settum við til að mynda innviðagjald á skemmtiferðaskipin. Ég var með þetta í undirbúningi í 2 ár og fundaði og fórum yfir þetta og það var gagnrýnt að við hefum gert þetta með litlu fyrirvara, en það var bara ekki þannig. Við bara unnum þetta og þarna komum við inn, held ég, ef ég man 4 milljarðar. En Lilja, þetta ekki svolítið þannig að ef þú ert í ríkisstjórn, að þá hefur þú svona glugga til að ná ykkur í gegn, mjög snemma þegar þú hefur stuðning þjóðarinnar, svo lokast það. Þú þekkir að vera inn í ríkisstjórn sem hefur lokað alla glugga og engu í gegn. Er þetta ekki bara spurning fyrir þessa ríkisstjórn, þannig að þú næri þessu fram núna, eða þá að afl útgerðarinnar grefur undan stuðningi, eða þá lendir í einhverju bara þannig að ríkisstjórnin hefur ekki sama stuðning með almennings og áður var? Þetta svona, þú ert í mestu, sko, þú ert í færum í 18 mánuði, segi ég. Og ég meina þannig, bara öll mín frumvörp og allt sem vorum að gera, ég sagði alltaf við fólkið, ég hérna nánast, þetta tíminn. Ég held að það hefði aldrei verið þannig að þú kemur með frumvarp á loka árinu vegna þess að það eru allir gluggar bara lokaðir og það best að gera þetta, hafa þetta framhlaðið, þannig að það alveg rétt. Og þú ætlar að sleppa með þetta í gegn? Já, það held ég. En ég held að sko, það sé hins vegar eitt í þessu sem ég held, og ég veit ekki hvort að það raungerist, ég held hins vegar að ríkisstjórnin muni lenda í minni hagvöxti. Hún mun ekki, held ég, fá þennan tekjuauka sem við fengum oft og var mjög, ég meina við vorum að fá sko vanmat á skattekjum upp á 50 og 100 milljarða. Þið getið ímyndað okkur hvað það kom svo var gott. Það sem ég kallaði heppni en ekki hagstjórn. Nei, þetta er ekki heppni, Ásgeir. Ég skal segja þér, þú vilt hafa hagvöxt. Þú vilt hafa hagvöxt til þess að geta verið að fjárfesta og að það komi tekjur inn í ríkisstjórn. Og það er ekki heppni. Sumir eru hreinlega á móti hagvexti. Og það sem ég held að geti gerst núna að ríkisstjórnin, hún að fara svolítið hart í atvinnulífið og það mikil óvissa á alþjóðamörkuðum og það kæmi mér ekkert á óvart, bara eins og Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn að spá, að við séum að fara inn í minni hagvöxt sem allur heimurinn, við erum sammála á það, en það er ekki út af veiðigjöldunum sem allir óboðskapurinn landsbyggðin leggst í eyði ef þið setja þennan smottarís leiðréttingu. Ég var ekki að segja það. Það sem ég er að segja að efnahagsaðstæðurnar sem eru núna, sem þessi ríkisstjórn, hún stýrir því ekki, en þegar svona mikil óvissa á alþjóðamörkuðum, þá að mínum mati mjög brýnt að menn passi upp á það að það séu að útflutningsgreinin okkar að þær bara standi styrkum fótum. En Árni, ef þetta er rétt Matti og Lilju að því sem muni ná þessu í gegn, á hverju Sjálfstæðisflokkurinn að fórna svona því að vera að tala gegn máli og bara bæta við enn einu tapinu og gegn sko vilja, ég meina Lilja bendir á þessar auglýsingar SFS valda bara reiði með almennings og ég held að ég sama við þetta þessar endalösu ræður og þessar vörn fyrir stórútgerðina sem að þinn flokkur stendur fyrir. Það var nú verið að nefna sko hvaða tíma hafa þeir og hver langur er glugginn og svona. Mér finnst þetta málið ber þess nú dálítið merki líka. Að það svona eigi að hendin hratt og fá eitthvað pólitískt vinn. Ég reyna að lesa svona, sko máli kemur nú, þetta frumvarp dúkkan allt í upp rétt eftir að öll vandræðin í kringum Flokk fólksins höfðu nú verið í hámæli sko. Og það ber það dálítið með sér að koma svona mjög skart inn. Ég held að það sé alveg klárt. Það er ekki einu sinni virtir frestir og svo framvegis. Þetta fer til dæmis mjög gegn því sem Kristrún hafði talað fyrir kosningarnar. Hún hafði talað hún ætlaði að hækka veiðigjöldin á þess að fara inn eina kollsteypu. Þetta myndi kannski gerast einhverju 10 ára tímabili, eitthvað svoleiðis. Þetta er ekki kollsteypa, þetta er smávægileg breyting. Þetta er ekki stórvægileg breyting. Þetta er að fara, sko, ég meina veiðigjöldin, 2023 einhverjir 10-11 milljarðar. Frumvarpið segir að það verið þá 18-19 eitthvað svoleiðis með þessari breytingu. Það er ekki kollsteypa, sko. Það er næstu í tvöföldun
Jú, en ég menn það augljóst af sko, reikningum stórútgerðina, hún bara vel efna þessu. Hún að fá auðlindina á leigu á hlægilegu verði. Það það sem þessum almenningur... Erum við ekki stödd í höfuðstofum leigjendasamtakana? Leigjandinn hefur nú réttindi líka. Nei, ég meina, ef þetta væri íbúð, þá væri það svipað og þú myndir leigja út sko 4 herbergja íbúð á svona 35.000 skall. Þær ekki leigðar út á 35.000 skall og leigjendur vita alltaf það. Mér finnst þetta nefnilega... Akkur eiga stórútgerðin ekki að sitja við sama borð og leigjendur? Já, ég meina sjávarútvegurinn hér á Íslandi bara mjög flott atvinnugrein. Ég held að við verum alveg að horfa í það. Það eru ókeypis afurðir. Já, menn hafa nú flestir borgað stórfé fyrir kvótan. Það borgað veiðigjald nú fyrir. Það borgað tekjuskattur líka. Það líka verið bara margt flott að gerast í greininni. Við erum að sjá alls konar spin-off ef ég má sletta hér. Þú veist erfitt, nei. Ég að grínast. Svo framkemur við auglýsingunum frá SFS. Já, en ég meina bara flott fyrirtæki svo ég meina bara tökum Kerexi sem dæmi. Ég meina þetta og það verið að nýta afurðirnar vel og það verið að gera margt mjög vel. En það var ekki stórútgerðin sem fjármagnaði Keresis, það var Íslenska ríkið nýsköpunarsjóður. Já, og fjárfestar. Já, en ekki úr sjávarútvegi. Stórútgerðin svolítið alltaf að eigna sér annarra manna skrautferðir. Það þessi samir í fjármagna þessi DNG sem býr til handfærarúlur. Núna eru þeir sem eru á strandveiðimenn að fara að kaupa sko færiska sem ekki eins góðar vegna þess að það að fá þær á 400 skall á meðan að samir eru að selja þetta á 900 skall og okkar á þessu. Þannig þetta ekki allt svona jákvæð fjárfesting. Við sjáum að markaðurinn virkar, það jákvætt, menn finna ódýrari valkost. En sko ég bara að segja, mér finnst þetta svolítið, mér finnst þetta koma skart inn þetta mál. Þetta er svona gegn því sem að var rætt og að það þurfa að leiðrétta lögin að þessu leyti. Þetta er svona umræða sem ég hef ekki heyrt að minnst kosti, ekki var þetta einhvern veginn tala svona fyrir kosningarnar sko. Þannig að mér finnst þetta svona, ég held að það sé nú aðalega bara, það er mikil vikt í þessu máli, þetta er umdeilt mál. Ég held nú að ástæðan fyrir því að Sjálfstæðisflokkurinn sé að taka til varna er nú að flokkurinn upplifir sig bara sem flokk atvinnulífsins. Og svo nú varaformaðurinn, fyrrverandi formaður SFS. Já, þannig að sko ræturnar liggja alveg inn í Borgartún. Bæði á Guðrúnu og Jens Garðari. Jens á sína sögu og það er eins og það er og hann hefur ekkert held ég verið að fjalla það. En ég má vera fulltrúi almenning sko. Ég held að fyrir almenningi lítur þetta út bara að byggja hörðu. Það er að ganga hérna frá fjárlögum í haust, það er fjármálaáætlun, það er að stöðva hallan og ríkissjóði og það er annars vegar gert með að selja Íslandsbanka, fá meiri pening heldur en að varðinum á hverju ári og síðan, borgarnir einhverja skuldi með því og síðan að auka tekjurnar og þau vilja ekki auka tekjur á fólk þannig að það þarf að ná meira úr atvinnulífinu af skattekjum. Það taka skattið samsköttununa af. Já, en hérna punkturinn þannig er sá, þú veist, almenningur bara skilur ekki hvers vegna ykkar flokkar eru þannig á þingi núna í einhvers konar málþófi eða hvað það kallar. Nei, ég er að klára hugsunina. Þú stoppaði mig á þann þegar ég var hérna innblandaður í umræðuna. Almenningur, ég held að, án þess að ég geti verið einhver pólitískur ráðgjafi, ég held að fyrir almenningin lítið þetta út bara hvaða rugl er þetta í þessum gömlu valdaflokkum verið að rífast yfir þessu að vilja þetta allir og það er bara farið einhverja auglýsingaherferð sem einmitt almenningu sér bara að er djók. Punkturinn er þessi, hérna það sem og nú fer ég úr því að vera talsmaður almennings í að reyna að greina stöðuna hérna, hvað er í gangi? Jú, það sem er í gangi er að því ég sá þetta í fjármálaráðu þegar ég var í reikningsskilum og svona að SA sendi inn harðorða umsögn til nefndar í Alþingi, tvöföldun á skatti þegar að eftirlitsgjald hækka úr 100 skall í 200 skall á okkur fyrirtæki með eftirlit með reikningsskilum. Þú veist, 100% hækkun, þetta er rosalega, þau eru þannig að leiðrétta sem allur almenningur er búið að skilja út af umræðunum það og nei, byrju, ég er að koma að punktinum af hverju
ykkar flokkar eru að röfla svona mikið út á þinginu til að ég held að það sé að því að þessi hagsmunasamtök, hvað sem þau heita, ég ætla ekki að nefna það því að maður getur að fengja á þessi málsögn, en ég kalla það LÍÚ og aðrir þess áttar hópar, að þau eru vön að hafa síðustu 12 ára hver lengi það ég veit það ekki, haft bara beinan aðgang í stjórnarráðið og fengið í gegn reglugerðir og jafnvel lagasetningu sem hentar þeim og dregið tilbaka þegar það á að gera eitthvað. Og núna allt í einu komið ríkisstjórn þar sem að þessi hagsmunasamtök eru ekki með beina línu inn og þá faraðu í sína gömlu ríkisstjórnarflokka þar sem þau voru með beint aðgengi. Ég meina við sáum þetta rétt fyrir kosningar þar sem umboðsmaður Alþingis og héraðsdómur gagnrýna þingi fyrir að vera að senda lagafrumvarp úr nefndum út í bæ til lögfræðinga þessara hagsmunaaðila og fólki bara blöskrar að hagsmunir sem eru annarkvort stórfyrirtæki eða talandi þessi ríku aðila sem geta bara keypt lögreglumenn til að gera það sem þeir vilja, þú veist, almenningi blöskrar þetta. Svona á ekki að reka samfélag. Nei, en sko, það sem ég langar kannski að benda á í þessu samhengi, við höfum í Framsókn sagt að það sé hægt að borga meira. Það hefur alveg Já, hvernig gekk okkur að gera það síðustu 12 ár? Við verum alltaf að líta á þessa stóru mynda þegar við erum nú bæði hagfræðimenntuð, að tekjur ríkissjóðs eru 1500 milljarðar. Og þarna verið að hækka veiðigjöldin úr 10 í 20. En þú þarft alltaf að spyrja þig að í upphafi skal endinn skoða að hvaða áhrif mun þetta hafa bara á fjárfestingar, hvaða áhrif hefur þetta á einkaneyslu, hagvöxt og annað slíkt. Það sem getur gerst og ég ætla algjörlega að mótmála því að það sé ekki verið að hugsa hagsmuni almennings vegna þess að það eru hagsmunir almennings að það sé hér hagvöxtur og það sé traust á milli stjórnvalda atvinnulífs og almennings. Ef hagvöxtur minnkar þá getur vel verið að það verði mun erfiðara að greiða niður skuldir, lækka vexti og að verðbólgan þannig að það er þessi stóra mynd sem það er alveg skiljanlegt, ég meina eins og pólitískt að nýta þennan glugga alveg eins og Gunnar Smári er að segja er gott fyrir ríkisstjórnina og þið sjáum við ríkisstjórnin hún forsætisráðherrans að mælast mjög vel, það ríkir mikið traust greinilega til forsætisráðherrans, þannig að ef við lítum á pólitíkina þá ætla ég bara að vera stjórnmálaskýrandi og segja þetta kemur vel út fyrir þessa ríkisstjórn. En á móti kemur að það kann að vera út af þessari óvissu sem ríkir á alþjóðamörkuðum að fólk fara að halda að sér höndum. Við erum líka með hæstu raunvexti í heimi og það sem ég held að sé líka svolítið að gerast er að við sjáum að það er að hægjast á öllu hagkerfinu þannig að það kann að vera þetta stríð sem ríkisstjórnin fer í sem er mjög vinsælt hjá almenningi af því að það sér mikinn arð í greininni að það skaði hana til lengri tíma. Ég held að þetta gæti gerst en tími mun leiða það. Það er skaðinn sem að verður kannski við ríkisstjórnina því að það er maður sem bendir til þess að verðbólgan er bara ekkert að gefa eftir. Það vextir sig ekki fara niður, stóra sleggjan hennar Kristrúnar sem hún mun afhjúpast og hún er bara að nota sama, var ekki eitthvað svona smá meitill sem er svona pínulítill. Og ég held að ég held að þetta geti verið að raungerast og það er svo við höfum aldrei séð alþjóðahagkerfið í jafn mikilli óvissu og hvernig það er verið að stýra því með forseta Bandaríkjanna þar fremstan í flokki að ég held að hægist bara á öllu og að við séum með verðbólgu og það er martröði Mér varst líka svolítið fróðlegt þegar þessi tollaspriklans Trump kom þarna sem var náttúrulega alveg stórfurðuleg sena öll sem þá einmitt vöknuðu áhyggjur af áhrif þess á útgerðina og það virðist allir hafa verið að taka undir það er því mikið högg fyrir útgerðina en það er ekkert mál að taka 10 milljarða hækkun í veiðigjöldunum. Ég held að
hvort þeir geti þetta, það ein umræða, hvort það hafi áhrif held ég að sé alveg önnur og ég held þetta, við erum að heyra sveitafélög út á landi stíga fram og aðalega út á landi sem eru nú ekki, held ég neina fígúrur í auglýsingu SFS, heldur bara fólk sem að reka sveitafélög og fleira lýsa miklum áhyggjum af þessu. Fólk úr Viðreisn að því. Ríkisstjórnin mætti þeirri gagnrýni og breytti En ég ætla bara að fá að klára eitt áskil. Mér finnst þetta líka svolítið, þarna erum við að tala um, þetta kannski má einmitt gróft sett, úr 10 í 20 miljardar. Það þú ert nú stundum að tala um hvernig ásýnd Íslands út af við og fjárfestarnir erlendu sem þú tala mikið við og svona. Þú hlýtur að vera sammála það. Þetta heldur ekki eitthvað sérstaklega heppilegt að fá þetta bara svona. Nei, en á móti kemur rökin sem sögðu, það mun draga úr fjárfestingu útgerðina. Vandinn hér á landi að útgerðin hefur grætt svo mikið, hún er búin að fjárfesta svo mikið í fákeppnismörkuðunum hérna að orðið bæði í hvora öðrum, þannig að það þarf að skilgreina skylda aðila, og finna út úr því fyrir dómi, hvað má þar, gömulsaga á hruninu, faðir og sonur skyldur aðila ekki, fyrir venjulegt fólk, þá þetta bara, rugl og þegar það sér bæði hagnaðinn og hvað útgerðin búin að vera fjárfesta almennt og eignast í íslensku samfélagi, fólki blöskrar þetta. Þess vegna 10 milljarðar viðbótarskattur ekki svo mikill ef maður lítur á stóru heildarmyndina. Ég sammála Lilju með alla varúðarfaktoruna utan úr heimi. Ég er búin að skrifa greinar í heimildin tollana frá Trump og árásin á réttaríki núna á föstudaginn og óvissan í heimshagkerfinu sem gerir það verkum að það rosalega mikilvægt að við séum með ríkissjóðinn rekinn á eðlilegan hátt og þetta ekki í mínus og hann var ekkert mikill mínusin hér í síðustu ríki, hann var 1%, Trump að reka með 6% mínus en það hótanir útgerðarinnar í að draga úr á blessuð litlu sveitafélögum þar sem þau eru svo stórir aðilar það ríkisstjórn verður að vega og meta það og mér finnst þetta hálf dónalegt eða frekjulegt eins og kemur fram í þessum auglýsingum og fólk sá í gegnum þið fáið hérna aðganginn að fiskinum sem vegna loftslagsbreytinga getur verið að fara að minnka, vegna alþjóðlegra samþykta getur verið að fara að breyta hvað megi, og þá verði einhver kvóti minna virði að því að það komi alþjóðlegt bann ef við ætlum að fylgja alþjóðlegum stöðlum og reglum og svona og þetta snýra sama vandanum við vorum að tala um í byrjun þegar aðilar verða of stórir hvort sem það eru bankar eða eigendur banka eða fyrrum eigendur banka eða einhverjir eigendur kvóta að þegar þeir verða svo stórir og græða svo mikið í samfélaginu og þeir eru skatlaði svo lítið að þeir ráða ríkjum, ráða bara lögum og lofum í annarkvort litlum sveitafélögum eða bara ríkinu öllu í lögreglunum þá Reka í Stasi til að fylgjast með fólki þá afhjúpast í raun og veru hversu mikilvægt það að reka samfélag út frá réttaríki eðlilegri skattlagningu að því að ríkissjóðurinn verður að ganga upp og það ekki búið að vera síðustu ár að því ég var í fjármálaráðinu og það verður að gera annarkvort með því að skera út gjöld eða auka tekjur. Það hafa nú líka verið dunið á okkur hamfarir sem kannski skýra það nú meira en einhver skattlagningarprósenta en ég held að mig heldur ekki líta fram hjá því að það dálítið tala undirliggjandi þessi umræða að sjávarútvegurinn þetta sé gefins aðgangurinn, þetta sé ekki neitt sem hann að borga, ekki neitt sem hann að gefa tilbaka en við megum ekki gleyma því að veiðigjöldin eru þó það sem þau eru, þessi 10 milljarðar segjum, þetta getur þau breyst en og sjávarútvegurinn líka eina í raun og atvinnugrein sem með sérstök svona auðlinda gjöld. Skatturinn í ferðaþjónustunni. Já, hann náttúrulega ekki bara allt öðruvísi og ferðaþjónustan náttúrulega líka í læra vaskþrepi og fleira Ég seti auðvitað gjöld á sandana á Suðurlandi og vindinn og Já, ég vil bara segja, þetta einhver spurning sem mætti kannski taka líka heildstætt. Ég meina, ef ég hef aðgang að einhverju gullfallegu lóni upp á landi og get fara græða fullt af peninga og sigla með ferðamenn þar, bara sem dæmi. Ég meina, er ég ekki að lifa einhvern veginn, er ég ekki að njóta
eitthvað sem að landið að gefa mér sko. Við erum auðlindadrifið hagkerfi. Allir business í einhverjum skilningi að nýta þess. Við erum fámenn þjóð í stóru landi með miklar auðlindir og stóra lögsögu. Mér finnst eðlilegt að þessi hluti af svona verkefnum stjórnmálanna að ræða það hvernig við ætlum að hafa tekjur af þessum eignum okkar. Já, heldur betur og það náttúrulega verið, en ég að segja sko, við ekki gleyma að það er ekki eins og þetta sé, það aðgangum við nú þegar sko og svo þetta líka mikil fjárfesting í grinni sem skiptir máli og það hún jókst eftir að veiðigjöldin voru sett á. Allir þessi togarar með perustefnin, þetta allt meira meina keypt eftir að LIU eða SIRS hafðu lýst í yfir að mannskapurinn borgar 10. Það er engin að handmæla því, menn að það hefur gengið mjög vel í sjávarútvegi en það þarf ekki að fara rosalega langt aftur til að finna ár það sem gekk ekki vel. Víða í heiminn í kringum okkur er sjávarútvegur ekki atvinnugrein sem að búa til verðmæti eða tekjur. Og býtir mikil verðmæti í Noregi, þar sem er svona öðruvísi sjávarútvegsstefna þannig að svona arður af auðlindinni hríslast eftir bæjarfélögunum eftir sjávarströndinni og það er rangt sem að SFS er að halda þetta fram og þingmenn endurtaka í ræðupúlti að sjávarútvegur í Noregi sé eitthvað ríkistyrkur, þetta er bara kjaftaði. Þeir eru með eitthvað einn úreldingarsjóð sem að vegur eiginlega ekki neitt sem snýst svona öryggismál sjómann og annað slíkt. En það þegar maður ferðast upp eftir strönd Noregs að þá sér maður svona blómlegar sjávarbyggðir eins og kannski, þú veist, Akranes ætti að vera eða Þingeyri ætti að vera meðal annars vegna þess að þeir gæta þess að arðurinn af auðlindunum hríslast út í sveitarfélögin að þau koma inn með launum fólksins að þar eru þar er ekki þessi hætt á því að allt í einu bara ákveð eitthvað kalla að selja kvótan frá byggðarlaginu af því að hann heldur að sé betra að kaupa blokkir í Berlín eins og raunverulegt dæmi á Íslandi. Þannig að þessi samanburður, ég held að við ætlum að fara í þennan samanburð. Og sko, það var viðtal í vísbendingu við nýsköpunar, íslenska stjórnanda og nýsköpunar miðstöð Noregs sem var á aquaculture sviðinu, þar sem að þeir styrkja ekki með opinberu fé sko beint til stórútgerðarfyrirtækjana eins og hér, það eru sko alveg fyrir litla nýsköpunar aðila á Íslandi að sjá hve mikið af nýsköpunarpeningunum fer til stóru fyrirtækjana, bæði Össur og Marel en líka bara endun í einhverja bræðsluofna eða Tesla fyrir fórstjórna Krakkar, við erum búin að slá met sko, við erum búin að vera inn í 100 mínútur. Og við erum ekki komin að ríkisfjármálum, þetta er snýstum þau. Ásgeir er tilbúin að sitja hans lengur. Nei, við erum að stoppa, að hætta núna, er það ekki? Bara benda á mikilvægan punkt frá Lilju svo að þetta kom ekki út sem eins mikið rifrildi í síðustu vísbendingu. Það ef að hagvöxturinn fer niður með svona rosalega háa raunvexti að þá erum við á leiðin í mjög slæma stöðum með ríkissjóðinn. Það er bara mjög hagfræðilegt helvíti. Samdráttur og háa vextir og helvíti. Það er ekki gott að gera það. Ásgeir Brynjar, Árni og Lilja, þakka fyrir komuna. Takk sömuleiðis. Og að venju sitjum við eftir bræðurnir komið til augnablik. Samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt-brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts Bakarí, íslenskt handverk síðan 1834.
þá eru gestir okkar farnir, við sittum hérna eftir bræðurnir, Sigurjón. Ég skal nú játa því að ég var eitthvað smá kafla, var ég með hérna Alþingisrásina, svona í gangi, og menn ég var að sinna ykkur öðru. En ég hef nú ekkert verið duglur að fylgjast með þessu. Er þú sem gamall þingfréttamaður? Já, ég er svolítið háður þessu hvernig, ég ger þetta alltaf, sko, fylgjast með. Og ég tók eftir á Facebook að mjög margir sem eru að horfa. Það er gaman að fá að vita hvert er áhorfið á, allir náið því, sjáið að hvað eru margir sem eru að horfa á þetta á netinu. Það er gaman að vita það. Sko, það var ég hætti í gær, sko, klukkan 12 þegar þá komu bara fréttir og hlusta á fréttatímana og svo brá ég mig bara úr húsi. Þannig að ég fylgdist með mér fannst þetta er alltaf þetta sama. Gera athugasemdir við fundastjórn forseta. Hvar er ráðherrann sem málið snýst spurt? Er ekki að kalla ráðherrann í hús? Já, svo var það þannig að hún er í útlöndum, Hanna Katrín Friðriksson. Svo komst þingforseti að því að Daði Már gegndi fyrir hana og þá átti að kalla í hann og hann var reyndar ekki kominn þegar ég hætti að horfa. En svo var eitthvað sem undir fá forsætisráðherra líka, vitandi að hún er í útlöndum. Það er svona, sko, fólk er mjög lægið við þetta. En er þetta tafir eða er það verið að bera fram svona eðlileg mótrök og sem er eðlilegt í svona lýðræðislegri umræðu, ekki? Það ert ekki að koma 25 sinnum upp til að segja hvað mótrök þú hefur. Er það? Bergþór Ólason í Miðflokknum, hann er duglegastur ekki? Er hann höfðu stjórnarandstöðunnar í dag? Hann tilkynnti í gærumorgunni í ræðu að Sigmundur Davíð sæti væri að skrifa ræðu. Ég veit ekki hvort hann hefði flutt hana svo. Það náði ekki að klára hana áður en að umræðin. Það séu kannski aðra umræðu. Já, en hann setti svona kveðja frá formanni í Miðflokksins að hann sæti og skrifstofsinu væri að skrifa ræðu. Eins og við stöndum svona í útförum afmælisveislum eða bara kveðjur frá fjarstöndum. Já. En Sigmundur var ekki áberandi í umræðinni? Nei, hann er náttúrulega ekki mjög mikið í þinginu held ég. Nei. Hann hefur verið svona mest í skróparinn, sko. Og það er Miðflokknum, það var hann nú fyrst og fremst Bergþór og Nanna Guðnlaugsdóttir, systir Sigmundar. Ég heyrði Sigríði Andersen. Já, Sigríði Andersen, já. Ég bara ruglaðist yfir í annan flokk, sko. Já, hún er búin að skipta flokk. Já, þau eru svona mest áberandi. Og er það bara tafir eða er þetta bara, eru þingmenn að sýna sko helstu stuðningsaðilum flokksins að þau eru að vinna vinnuna sína? Það má vel vera. Mér fannst það var einu svona Silfrið þar sem var stjórnarandstöðan. Kom hana. Já. Hvað það voru allir flokkarnir. Það var bara svo áberandi umræðu þessi mál að Framsókn, Miðflokkur og Sjálfstæðisflokkur hvernig tóku bara upp hráan málflutning SFS. Og mér fannst það að vera svona, ég held þetta að þetta sé ekki vinsælt inn í Framsóknarflokknum. Ég veit ekki hvað eru margir sem eru kjósendur Framsóknarflokksins, kannski var ekki margir síðast. Nei, samt er það Ingibjörg Ísaksen sem er þingflokksformaður og hvað heitir hún ekki, Ingibjörg Davíðsdóttir, dóttir Davíðs Aðalsteinssonar fyrir þingmanns, Borgarfirði. Nei, hún er úr í Miðflokknum. Já, ég er að tala um, já, er ég hún í Framsókn, ég er í ruggla þessum flokkum saman. Já. En heyrði það bæði á Höllu Hrund áðan og Lilju að þau vilja aðgreina sig frá hinum flokkunum með því að þau séu sammála því að það eigi að hækka veiðigjöldin. En það bara skiptir máli hvernig það er gert eins og sagt er. En mér finnst þau bara að leggja svona áherslu á það að reyna að aðgreina sig einhver leyti frá. Já. Og ég meina Halla Hrund skrifa nú grein fyrir svona 4 vikum einmitt þetta að það ætti að hækka veiðigjöldin og tengir það í það sem hún hefur svo sem oft gert áður að svona hugmyndur að ég leggja auðlindagjöld á fleiri atvinnugreinar. Svo ferðaþjónustu, orkuvinnslu og land, hvað heitir þetta? Landnám? Nei, heitir þetta? Nei, þetta var þú... Sand? Já. Já,
Já, hún orðaði þetta reynda skemmtilega, sko. Hvort að flytja Ísland úr landi. Það er einhverjum ástæð, þess vegna var ég að spyrja til þess Árna Helgason, af hverju flokkurinn að þessu? Ef það ljóst að þetta mun fara í gegn, af hverju þarf Sjálfstæðisflokkurinn svona mikið að tilkynna það að það sem að stórútgerðin segir, það eru lög fyrir okkur. Ég bara næðist ekki lög. Því að ég hafi verið að gera kannanir á þessu og það er minnihluti kjósenda Sjálfstæðisflokksins sem að styðja stórútgerðina. Það er mikill minnihluti kjósendana sem að Framsóknarflokksins styðja stórútgerðina og það er minnihluti þeirra sem að kjósa Miðflokki sem styðja stórútgerðina. Af hverju forysta þessara flokka? Þau eru bara hornreka í þessu máli. Það er ekki búin að reka þau inn í hornið. Og það er kannski forystan í borgartúninu. Og náttúrulega með Sjálfstæðisflokkinu er náttúrulega, sko, Guðrún Hafsteinsdóttir var formaður Samtaka iðnaðarins og varaformaður SA. Jens Garðar, hann var varaformaður SFS, formaður SFS og varaformaður Samtaka atvinnulífsins. Þannig að sko, þau koma bæði úr þessari byggingu. Það er alveg augljóst. Og hvað áhrif það hefur, ég veit ekki. Þau trúa því að það sé best fyrir Ísland að fara að tillögum SA og viðskiptaráðs. Ég held að Sjálfstæðisflokkurinn hafi aldrei sett sig upp á móti neinu sem að þessi samtök vilja. En þau bara, Sjálfstæðisflokkurinn er flokkur þeirra sem að trúa því að stórfyrirtæki og auðvugasta fjármagnseigendurnir eigi bara reka stefnuna. Er það ekki bara? Jú. Það var einu sinni til svona raddir inn í flokknum sem að höfðu svona önnur sjónarmið sem að heyri stundum svona, það er náttúrulega mikið af fólkinu sem að fór yfir í Viðreisn sem hefur verið með það. Einu sinni í gamla daga þá var talað um að Sjálfstæðisflokkurinn hefði svona tvær svona valdablokkir. Það var annars vegar útgerðin og hins vegar stórkaupinendur. Og það er svona önnur sjónarmið og sömuleyti getum við hugsað sem svo í dag að stórútgerðin er með Sjálfstæðisflokkinn en svona þeir sem að voru þarna stórkaupmannamegin og svona með kannski svona önnur sjónarmið að það er fólk mikið fyrirfarið bara yfir í Viðreisn. Það er líka klofningur að ég fekk Ólaf Steffensen sem er framkvæmdastjóri Samtaka atvinnurekenda að sömuleyti er hann með sjónarmið svona þeirra sem eiga fyrirtækin er ekki í stórútgerðinni. Það er svona blæbrigðamunur á þessu, hvernig er. Þannig að kannski hefur Sjálfstæðisflokkurinn bara í tíð Bjarna Benediktssonar þrengst bara svo mikið að hann er eiginlega bara Samtök atvinnulífsins. Já, hann hefur þrengst mikið því að hann hefur aldrei fengið lakari kosningar enn hjá Bjarna. Nei, og aldrei meir en síðast, fór undir 20%. Og er ekkert að vaksa, hann vældist með 22% ykkur í skoðanakönnun sem er svona fyrir stjórnarandstöðuflokk og ég held að sé bara. Og einhverju það er talað svolítið það að Guðrúnu gangi illa að ná tökum á flokknum. Áslaug Arna er að taka sér frí frá pólitík. Já, heilan vetur. Heldur það sé til þess að koma svo ferskt tilbaka eða heldur hún telji að það sé ekki mörg dæmi það að fólk bjóði sig fram sem formann og tapi að vinni það næst. Það er ekki algengt. Það er Halla Tómasdóttir tók stað í forsetakosningu sem er bara það er bara Richard Nixon sem er náð þessu sem ég man eftir sem að tapaði 60 en vann svo 68. Já, það er náttúrulega milli Guðrúnar og Áslaugar Örnu það var lítill munur á þeim. Lítill? Já. Er bara örf og atkvæði? Já, ég segi þannig að það er flokkurinn er þess vegna tvíklofinn. Já, það finnst mér ekki gefið svona fyrirfram því að það er bara við erum að kjósa okkur formann og sá vinnur sem að vinnur. Já. Og svo sættir sig hópurinn sem ekki fekk sinn formann sættir sig við formannina því að það var lýðræðislega kjörinn nema náttúrulega átökið sér orðin svo mikil að það sé bara eiginlega orðin svona klofningur eins og hefur svolítið verið þarna og einhver leyti var þetta svona fylkingar gulla fóru til Guðrúnar og hún er að skipta eitthvað út svona starfsfólki í Valhöll og svona sem að er verið að lesa í það sem verið að launa fylkingu Guðlaugs Þórs eitthvað. Ég veit ekki, ég þekki það. Nei, ég þekki það ekki, en mér finnst bara þó í sama flokknum þá var þetta kosið milli tveggja. Það var nánast nýfjant.
Og þau sár gróa síðar, það getur ekki að verið. Nei, eins og það var kosið á milli tveggja í Framsóknarflokknum. Hvenær var það? 2016 eða var neða seinna, það var 2020 líklega. Og þá var kosið á milli Sigurðar Inga og Sigmundur Davíðs. Já. Og það klauf flokkinn. Háskólabíófundurinn. Já, það klauf flokkinn. Það eru dæmi þetta, sko. Það hefur verið klofningur. Já. Og Sjálfstæðisflokkurinn hefur náttúrulega klofnað. Ég meina, Viðreisn klofning út úr flokknum þótt að síðar hafi séu margir sem að bjóði sig fram eða kjósa Viðreisn sem ekki koma frá Sjálfstæðisflokknum. Þannig að sáklofning getur haldið áfram. Það er talað að þingflokksformaðurinn og formaðurinn sé ekki alveg í takt. Að formaðurinn myndi vilja skipta út þingflokksformanni en hafi kannski ekki styrk til þess. Hún hefur ekki þannig að styrk í sínum flokki Guðrún sem að Kristrún hefur í sínum. Ég held að Kristrún getur bara gert hvað sem er. Nei, ólíku saman að hérna þar. Og hérna, sko, mér finnst, ég man þessa tíð. Þegar Davíð Oddsson kjörið formaður og hann kemur hérna nýr inn í þingflokkin og þá voru þar menn fyrir eins og Egill Jónsson og Seljavöllum, Matthías Bjarnason, nú er ég að gleyma einhverjum, en þetta voru sko kallar sem að höfðu sko marga fjörun og sopið og það var ekkert auðvelt að eiga við þá og þeir voru bara í andstöðun en unga nýja formann. Og það tók Davíð talsverðan tíma að vinna þingflokksherbergið. Já. En það endaði náttúrulega með því að hann réð bara öllu. Já, en sko þarna voru menn sem að voru með sína meiningabussi frá hvað það stefnuskrá Sjálfstæðisflokksins sko. Og ég tók viðtal við Matthías Bjarnason þegar ég var með sjómannablaði Víking og þá minnum að þetta hafi komið fram, sko. Því ég hafði nú grun þetta og ég held að við örugglega spurt hann þessa hluti. En ég vissi það bara, starfandi í þinghúsinu sem þingfestamaður, að þarna var svolítið hart á því og tók Davíð tíma að ná eldri mönnunum á sitt band. Ég held að Guðrún þurfi aðeins að glíma þetta líka. Þannig nú inni, nú ekkert að segja sé erfið, en þannig inni fyrrverandi í varaformaflokksins. Sem nú hefur verið rætt að sé að útleiðu pólitík. Já. Það var Árni Helgason sem að ég sagði eitthvað tímann að væri tilvonandi þingmaður. Því ég held að hann sé næstur inn, Bjarni fór og þá datt Jón Gunnarsson inn. Og ég held að Árni sé næstur, sko. Já. Þegar Þórdís hættir að þá muni hann fara inn. Já. Og hvert á hún að vera að fara? Ég hef verið talað að hún, eins og oft talað í íslenska stjórnmálamenn, það oft látið eins og svona samkeppni það í erlendu stofnunum, en það ekki. Íslendingar eigi eitthvað svona kvóta og ég held að til dæmis það er mjög eiginlega kært á milli hennar og núverandi utanríkisráðherra. Og þannig að það losnar einhverja svona stöður alþjóðlegu vettvangi. Og að þá sé ekkert ólíklegt að Þórdís Kolbrún fari þar út. Og það... Hún nú óks í áliti af þjóðinni eftir sem að leið á... Hún? Ekki meðal flokksmanna. Ég held að það hafi verið í upphafi kjörtímabilsins hafi verið svona lítið svo á að verið möguleiki að Bjarni myndi einhvern veginn koma því þannig fyrir að hún myndi taka við. En Bjarni náttúrulega misti traust á meðal þjóðarinnar og líka inn í flokknum. Og hún líka. Og ég var bara varfið það að til dæmis svona þessi einarða afstaða hennar í Úkraínumálunum og svona þetta fór ekki vel í marga sjálfstæðismenn. Ég held að það hefur bara hægt og bítandi orðið þannig að hún sá en hún reyndi náttúrulega á okkur hætti með því að flytja sig úr norðvesturkjördæmi í suðvesturkjördæmi, hafði þar Jón Gunnarsson undir. En sá sigur held ég að við verið henni dýrkeyptur, sko. Og það var eftir hann að þá lýsir hún því yfir að hún ætli ekki að fara að sækjast eftir að formaður
öfugt við það sem hún hafði alltaf sagt, sko. Hún svaraði náttúrulega eins og varaformann kannski eiga að gera. Hefur þú hugaði að vera formaður? Já, ég væri ekki varaformaður ef ég hefði ekki hugað því, en ég styð Bjarna og allt þetta. En svo, hætti hún bara við að bjóða sig fram. Það gerist eitthvað. Sumir vilja meina að það sé lokun sendiráðsins í Moskvu og þá hafði Rússar hægt að kaupa af Skaginn 3X einhverja stóra pöntun sem hafi komið því fyrirtæki í gjaldþrot og þess vegna hafi hún og heimamenn hafi kennt henni svolítið og þess vegna hafi hún flúið að vettvangi. Nú veit ég ekki hvað til í þessu. Það voru svona tal einmitt sem að maður heyrði svolítið innan úr Sjálfstæðisflokknum. Það voru svona mikil gagnrýni á það bara að hún væri utanríkisráðherra Úkraínu var sagt og eitthvað svona. Hún væri ekki að gæta íslenskum hagsmunum og svona. En hvers ástæðan að þá held ég sé alveg augljóst að hún hefur bara metið möguleika sína. Og komist að því að hún hefði fallið á móti Áslaugu Örnu, hún hefði fallið á móti Guðrúnu og hún hefði fallið á móti Guðlaugi Þór og þess vegna hafa hún bara ákveðið og þess vegna sé hún eiginlega útleið í pólitík svona. Sko, það sé, ég var eiginlega að segja það, þegar Davíð Oddsson verður formaður, þá hann náttúrulega sterkur persónleiki, mjög vinsæll maður. Kemur náttúrulega með stórkostlegan sigur sjálfstæðismanna í borgarstjórnarkosningunum 1990, þess að fá 60% fylgi. Þannig að það er ekki mörg dæmi mann sem kemur inn á þing með aðra eins pólitíska inneign. Það á ekki við Guðrúnu. Hún tapaði. Ég ætla að segja það, að Guðrún er nánast nýliði. Hún var þarna ráðherra hálft kjörtímabil, en það er ekkit svona reynsla til að þetta er svo stórt að vera formaður Sjálfstæðisflokksins. Hún er ekki fyrsti þingmaður síns kjördæmis. Nei, svo er það. Það er Ásta Lóa í Flokki fólksins. Ég hef sett mér samband við hana, hún vill ekki koma til okkar. Ekki enn. Hún afneitaði ekki gildum alla eilíð. Nei, hún er oft komið hingað í Rauðaborði, kannski meira árum áður. Já, sem formaður Hagsmunasamtaka heimilanna og þingmaður Flokks fólksins. En ég held að svona staða Guðrúnar er ekki í líkingu við Davíð. Nei, ég er að reyna að segja það. Og það voru margir á þessum árum, ekki allir í flokknum, ekki Matti Bjarna sem litu svo á að framtíð Sjálfstæðisflokksins væri Davíð Oddsson. Ég held að það sé enginn í Sjálfstæðisflokknum sem heldur að framtíð Sjálfstæðisflokksins sé Guðrún, sko. Nei. Ég held ekki. Nei, það er þá bara eitthvað svona kjarn í kringum hana, en almennt ekki. Þetta er ekki svona viðsnúningur eða ný framtíð, nýtt uppaf. Sko það var svona, fólk láði svolítið af Katrínu Jakobsdóttur þegar maður formaði Vinstri grænna, svona sterk gáfuð og klár og svona. En núna er bara Kristrún, sko, mikið herra sett heldur en Katrín á nokkuð tímann að vera eftir bara. Ég kannski, ég veit ekki sko, því að Katrín hafði náttúrulega gríðarlega inneign og það voru eftir sátt við hana sem forsætisráðherra, ég held að það veri bara 60-70%. En málið var að sko hennar svona stuðningu við hana var svolítið skringilegs eðlis. Það var bara fólki var vel við hana, fannst gott að hafa hana. Ég held að það hefði ekki verið bundið það að Katrín muni breyta samfélaginu til þess betra. Þetta var hennar persónulega fylgi skilaði sér ekki í fylgi til VG. Ég held að sko þessi pólitíska inneign Kristrúnar er miklu líkari því sem að Davíð hafði. Þegar það eru margir sem horfa til þess að hún geti orðið sko eitthvað svona leiðtogi sem að breyti í landinu sem að ég held að hafa aldrei verið hjá Katrín. Já, svo með Katrínu að þegar ég var á Bylgjunni þá talaði ég oft við hana og það var að segja að hún hefur mjög þægilega nærveru. Það er mjög gott að vera í sama herbergi hún. Viðkunnanleg manneskja. Já, mjög svo og svona vönduð. En ég held að Kristrún sé sko meiri búur. Ég held það. Hún ætla sér meira. Já. Ætla sem er að, já. Hún er komið með samfylkinguna sko rétt undir 30%. Var langt sem íslensku stjórnmálaflokkur hefur mælst þannig. Í ríkisstjórn? Já, tala nú ekki það. Já.
Þegar það flett upp, ég held að sé eftir. Já, og ég held að hún sko, Anna Smári, að þegar hún svona eins og núna, þá hún úti að hitta mann og annan og hún skrifar inn á Facebook sko, hvað hún var að gera sko. Svona, veist, að það ekkert engin vandræði með það, þú getur bara fylgst með því sem hún, en þú getur ekki spurt hana náttúrulega. Nei. En samt sem áður, hún sendi svona með dagbók sko. Þannig að ég held að hún sé svona... Hún sé að gera allt rétt, myndur að segja. Já, en svo kemur það sem að ég og Lilja vorum eiginlega að segja og hann Ásgeir Brynjar tók undir að það eru svona voveigleg staða í efnahagsmálum. Það er eins og að þessi svona hæga niðurleið verðbólgu og þar með vaxta, kannski það bara ekkert að fara að gerast. Kannski verður stýrivextir óbreyttir næst. Þannig að því að hún kemur náttúrulega inn með mikið loforðum. Hún kemur með loforðum að bara breyta þessu og já, ég held að margir horfið til þess að ég heyrði það svona ómur í því hvernig Ásgeir Brynjar var að tala þetta, að nú væri sko sérhagsmunaöflin hefði ekki aðgengi að stjórnarráðinu eins og áður var, að nú væri teknar ákvarðanir með svona almannahag frekar, margir sem að horfa til þess og margir sem hafa kannski eitthvað trúði þessum auglýsingum þess að hún ætlaði að berja niður vextina með að staða eiginlega svolítið yfirgengilegar auglýsingar. Ég man ekki þetta. Jó, réttu með sleggjuna eitthvað hlýs og þá réttir henni eitthvað svona að hún ætlaði að berja niður vextina og þá nei, ég vil ekki fá hamarinn hans Bjarna, heldur vil ég fá alvöru sleggju og svo barð hún í sundur eitthvað steypuklump. Það að hún gæti bara ef hún væri í forsætisráðuneyti þá myndi vextir lækka. Þetta er svolítið bratt. En vonandi gengur eftir, ekki veitir okkur af. Nei, þetta er svona svipuð loforð og Flokkur fólksins, 450.000 krónur skatta og skerðingarlaust sem að sá flokkur á erfiðleikum með að standa við. Já, en sko er lagður á stað. Sko. Já, það er annað að segja, talandi hans Katrínu Jakobsdóttur, þegar hún var niðri í þingi og var verið að rukka hana bara fátækt og eitthvað fleira, þá byrjaði hún að þylja upp allt sem að þau höfðu gert. Og allir sem að hlustuðu á, hvort sem að var í þinginu eða heima, vissu að þetta er bara drop í hafi, sko. Vandamálið leysist ekki með því að þú segir að við erum samt búin að gera eitthvað, ég er búin að gera þetta og þetta. Fæðingarorlofið. Já, eitthvað svoleiðis. Alls konar þættir. Og þegar að sjálfræðinni kynja en hún nefndi líka eitthvað hækkun á húsnæðisbótum og hinn og þessu en allir vissu að sko sársökin út í samfélaginu út af ónýttu húsnæðiskerfi út af fátækt meðal öryrkja, leigjenda, einstæðra foreldra er raunverulegt og þú getur ekki verið að segja, búin að vera mörg ári í ríkisstjórn að þylja upp að við gerðum nú þetta og svo gerðum við hitt og svo gerðum þetta af því að það verður að vera aðgerðir sem eru til þess að raunverulega komast einhvers veginn nálagt rót vandans. Ef að það verður þannig að sko verðbólgan fer á skrið, hagvöxtur minnkar og það þýðir það að streymi ekki svona auka peningar inn í ríkissjóð eins og Lilja var að benda á að hefði orðið að bæði út af þegar það er hagvöxtur og aukin verðbólga að koma inn sko skattekjur umfram samþykkt útgjöld. Þannig að ríkissjóður er með svona betri stöðu og sömuleyti held ég að Bjarni Ben og félagar hafi spilað ákaflega illa út úr þessari stöðu. En líkurnar á því að þetta gerist í ríkisstjórn Kristrúnar eru bara sára litlar. Þannig að þetta mun verða erfitt og þetta mun verða töff ef þau ætla að fara út í sem sagt aukin útgjöld eða styrkja innviði eða eitthvað slíkt, þá verður aflað tekna. Það kom ekki svona bara svona eitthvað neginn. Þau eru ekki áskrifundur af svona verðbólgu fróðu eins og Bjarni gat baðað sig í. Þannig að mér finnst sko, og við vitum alveg í pólitík sko, þá þú svífir með sko 60% stiða ríkisstjórnina og 30% til í að kjósa samfélkinguna og það verður í miðjum maí, að þá getur bara verið komið eitthvað allt annað upp í. Ég veit það. En ef það eru svona einhver vandarlegi framundan í efnahagsmálum, þá verður að segja sko, þá erum við með 2 ágæta hagfræðinga hérna innanborð sem er náttúrulega Kristrún og Davíð Már. Geir Haarde var hagfræðingur. Já. Hrunið var á hans vakt. Ég veit það. Nei, ég er að segja sko, okkur finnst það ekki verra sko, sé ykkur með réttindi til að stýra skipinu í gegnum. Okkur finnst það ekki verra.
En ég ekki bara svona, ég sé fyrir mína parta, ásýnd núverandi ríkisstjórnar finnst mér mikið bjartari og falleri heldur en ásýnd fráfarandi ríkisstjórnar. Já, það held ég sé hluti af þessum stuðningi sem ríkisstjórnin ábílað finnur og sést í skoðanakönnunum að fólk alveg guðs lifandi fegið að Sjálfstæðisflokkurinn sé ekki inni. Þannig að og Framsókn líka. Já, mér finnst ekki verið að vara. Ég sé eitthvað svona andstæðingur Framsókn, ég í flokknum maður, ég í Framsóknum. Nei, mér kannski hefur hann fengið svona harðari refsing og svona, ég veit ekki. Ég allavega verið meira var við að fólk að tala Sjálfstæðisflokki sem bara eitthvað svona, bara krabbamein í samfélaginu, Og það ástæða fyrir að flokkurinn komin undir 20% sem var stæðsta pólitíska grasrótarhreyfing sem hefur verið til á Íslandi. Hún það ekki lengur. Þó svo þeir geti smalað þessum 2000 manns til þess að vera á landsþingi, þá ekki þannig að þessi fólk í öllum hverfa fyrir svona hálfri öld þá var hverfa samtök í Langholt hverfi sem bara hittist einu sinni í viku eitthvað svoleiðis og það var fólk í alvörinu að njósna nágranna sína. Það voru haldar skrár yfir hverju væri kommunistar svo að það fengi nú ekki lóðir og það fengi ekki lán og fengi ekki framgang í starfi og ekki ráðnir sem yfirkennarar á þannig göttunum. Þannig að þetta var þeir sem voru formenn í alls konar íþróttafélögum og kífanisklúbbum og hinn og þessu voru inn í flokknum. Þetta var ótrúlegt net sem að náðu út allt samfélag. Sjálfstæðisflokkurinn í dag ekki til líkingu við þetta, Og maður heyrir það hjá þeim þeir svona átta sig á því, kannski fyrir bara 20 árum, 30 árum, 40 árum, að það varst í fermingaveislu og kannski verið bara með merki í Sjálfstæðisflokksins. Varst bara að hafa eins og svona kóngur og svo voru allir að skamma allaballan út í horni fyrir eitthvað, bara fyrir eitthvað, út í stóriði. Já, eða bara hvað Sovjetmenn voru að gera eitthvað. En núna ef þú mætir með fálkan í kraganum, þá eru bara allir að pota í brjóstið á þér og skamma þig fyrir hvað Bjarni Benediktsson sem spiltur og ég held að umbreytingin sem hefur líka sést í því að þú ferð bara 20-30 ár aftur á baki tíman og skoðanakannanir. Þá var Sjálfstæðisflokkurinn með yfir 50% í skoðanakönnunum. Og ástæðan var svo, hann var alltaf ofmetinn í skoðanakönnunum, var það að það var safe að segja kjósa Sjálfstæðisflokkurinn. Já, og líka, það var eitthvað staðar, að þú nefndir ekkert, engan flokk. Hvort viltu kjósa Sjálfstæðisflokkinn eða hina, það var til þess að vinna á móti þessu. Af því að það var svo mikið ofmat á Sjálfstæðisflokknum, þannig að það var teknir í óákveðnu og það var miklu minna hlutfall sem sagði já við Sjálfstæðisflokknum þar heldur en hafði gert það áður. Núna erum við í annarri stöðu sem hefur komið fram í kosningum að það virðist vera svona að Sjálfstæðisflokkur sé vanmetinn í kosningum, í skoðanakönnunum frekar. Og það með ekki þess að það bara orðið óþægilegra að gangast við því að vera sjálfstæðismaður og fara út úr því að vera eiginlega bara það ekki næst því að vera bara ekki pólitískur að vera sjálfstæðismaður yfir í það að það eiginlega bara mest í háskin af þér á pólitíska sviðinu. Mest í lúðin. Já, það bara, og ég heyri þetta svolítið, svona kannski ekki elstu sjálfstæðismannunum, kannski svona fólki sem kannski svona mínum aldri, svona, þú veist, þá heyri ég að... Já, svo náttúrulega stór hluti yngri kjósenda veit til þess ekki hver Davíð Oddsson og hvað hann var að gera og hvað hann var lengi í forsætisráði. Þessi fortíð bara úti hjá svo mörgum. Og þau þurfum líka að svara fyrir ákveðna hluti sem þau segja núna. Þessu sjálfstæðisstefnan og þá spyr fólk bara hvað í fjandana með það. Og þeir segja við erum alltaf staðið fyrir einhverju frelsismálum. Hvaða frelsismálum hafa þið staðið fyrir? Og þá fara þau að tala eitthvað vín í búðir eða rúfa auglýsingamarkaði. Já, eða lögðu niður félagsbústaðakerfi. Eitthvað sem að kemur, þú veist, bæði bara skaðlegt, Frelsið í þeirra huga var það bara að gefa þeir sem áttu peninga og áttu auðinn bara frelsi, máttu bara eiga auðlindina og máttu hegða sig eins og vildu, ekki hafa neitt skattaeftirlit, ekki samgengniseftirlit og fleira. Það frelsi sem þau eru að tala en gagnvart venjulegu fólki, svona almenningi, þá kannast ekki við það að Sjálfstæðisflokkur staðið fyrir einhverjum frelsismálum. Nei. Ég meina tilkynningu. Nú fyrir síðustu mánaðamót þá sagði ég upp rafaáskriftinni á Morgunblaðinu. Nú slökka. Og hvenær gerðist áskrifandi á morgunum? Svona rafrænt. Nei, bara þú varst ungur maður. Þú veist áður fyrir þegar maður svona fréttastjóri eða ritstjóri þá fékk maður blöðin alltaf heim. En þannig ég var síðast áskrifandi fyrir langa löngu. En svo fór ég sjálfur yfir í þessa rafrænu
og kunni því svo sem ágætlega, en svo bara var ég já ekki að vera í bakhjarl einhverja svona. Ég var eitthvað, ég veit ekki hvernig þetta hjá þið núna sko, ég var eitthvað að skoða þetta daginn og var eitthvað að fjalla þetta sko. Af því að þar eru sko 2 fréttir á forsíðunni einhvern veginn, það reyndir ekki núna, það helgi, það svona meiri svona íþróttafréttir og lera. 2 fréttir það að sko sjávarútvegurinn sé að hrynja út af ráðagerðum, eitthvað að, þú veist, einhverjar ráðherrarnir séu að fara gegn lögum eða séu vanhugsað. Þetta er náttúrulega rosalegt áróðurs. Já, það það. Já. Herðu, ég heyra að Pétur Fjellstedt fann að rugga stóru sinum. Við erum að vera á lengi. Já, herðu, við þökkum Pétri Fjellstedt kærlega fyrir að taka upp þáttinn og senda hann út og gestunum sem hafa komið. Við vorum með 2 hol hérna af fólki sem að við margt til málanleggja. Og fannst þetta að vera skammutími. Við hefðum viljað hafa meiri tíma til að ræða. Já. Takk kærlega fyrir komuna. Svo kom ljós að ég þekkti foreldra hennar Mjollar í Ölmu úr Ólafsvík. Já. Gaman að því. Já, herðu, en áhorfendum og áheyrendum þakkum við kærlega fyrir að breyta þessu samtali okkar í fjölmiðlun. Við höfum orðið var við það á samstöðunni að það eru margir sem eru að hlusta og horfa. Eða hvar sem við komum að þá er fólk hérna að þakka okkur fyrir og hefur skoðanir á því hvað hérna fer fram. Þetta er orðin virkur og öflugur svona umræðu vettvangur í samfélaginu og ekki veitir af, sérstaklega kannski á tímum þar sem að er svona ákveðin klofningur í samfélaginu og kannski aðri fjölmiðlar eru fyrst og fremst að bjóða fólki að taka afstöðu með þessu liðinu eða hinu liðinu og kannski er umræðan málin kannski ekkert sérstaklega djúp, en það teljum við allavega að vera verkefni okkar hérna við í þættinu sinni Egils og í Rauðaborðu og öðru þáttum samstöðunnar. Ég ætla að minna á að dreifikerfi hefur byggst upp af góðri afspurn. Það gerist einfallega þannig að fólk segir vinum á vandamönnum frá efni sem það hefur séð hér og kannski bendir á að það megi finna það á Facebook og YouTube og öllum hlaðarsveitum, bæði undir nafni samstöðunnar og einstakra þátta. Við erum í útvarpinu 89,1 á stór höfuðborgarsvæðinu. Það má líka sækja þar útvarpsendingar í spilarann þar fyrir utan. Það er spilari.is á netinu, svo spilari líka app sem má hlaða niður í símann og hlusta á samstöðunum allar íslenskar útvarpsstöðvar hvað sem er á landinu. Við erum komin í sjónvarpið hjá þeim sem er svo heppin að skipta við fjarskiptafyrirtæki Símann. Þar eru núna 5 af fjarstýringunni. Kannski ef til vill önnur fjarskiptafyrirtæki bjóða sínum viðskiptavinum upp á efni frá samstöðunni sem er 24 tíma sólarhring, 7 daga vikunar, allan ársins hring, samfélagsumræða hérna í þessu þætti og í Rauðaborðinu og víðar. Við sjáum til hvort það verða því. Það sem að drífur samstöðuna kannski fyrst og fremst áfram er sá hluti áhorfenda og áheyrenda sem hafa svona þá samfélagslega ábyrgð að leggja eitthvað til. Það kostar 2.750 krónur grunnafskriftin á mánuði. Það eru 1600 manns sem að hafa skráð sig fyrir slíku. Þú getur slegist í þann hóp og haldið upp í samstöðinni og til þess vera þess virði með því að fara inn á samstöðu.is. Það er hnappur sem ástendur áskrift, það getur skráðið fyrir þessari grunnáskrift og máttborga meira og vilt og því sem er kjósi getur látið áskriftin að renna sem félagsgjöldin í Alþýðufélagið og það er Alþýðufélagið sem á og rekur samstöðuna. Þátturinn er búinn í dag. Ég verð hérna annað kvöld, þá verður Rauðaborðið hefst klukkan 8 en njótið þess sem eftir er af helginni.